Money is coming to me. Money is coming to me. Money keeps coming to me. Money is coming to me. Money keeps coming to me. Money is coming to me. I can just feel it. And I believe money keeps coming to me. It's coming to me now. Það hefði verið einhvern veginn, þetta hefði verið eitthvað sem að ríkisstjórnin var að hlusta á í miðjan ágúst þegar þið ákvaða að hér er verðmæta sköpunarhaust. Já, það er góð spurning. Það var nú einhver að tala um að verðmæta sköpunarhausti væri búið að breytast í Kristrúnar þetta er sko Kristrúnar frostaveturinn mikli. Já. Kristrúnar frostaveturinn mikli. Ég sem var algjörlega fyrir séð. Verðmæta sköpunarhaust, prófa að segja það 10 svona hratt. Verðmæta sköpunarhaust. Velkomnir, Heiðar Guðjónsson, Snorri Másson, gaman að fá okkur í þáttinn. Takk. Við ætlum að koma þess að þessu á eftir, verðmæta sköpunarhaustið. Það er ljúft og skilt. Ýmislegt í gangi, svona hvað það varðar. Já. Áðurum fyrir lengra, ég verð náttúrulega birta myndir af Björgvöldi Þjóðmála sem haldið var á Selfossi í síðustu viku. Mikil stemming þar, á sviðin á Selfossi. Þar tróðum við upp á föstudags- og laugardagskvöld, fyrir fram fullu svona fólki og góð mæting, góð stemning. Við ætlum að gera meira þessu, vantilega á landsbyggðinni. Þjóðmál þetta vinur landsbyggðarinnar. Var Stefán Einar ekki málefnalegur og kurteis bara? Jú, bara nokkuð svona, þú veist. Hann fór ekkert í manninn eða neitt stílt? Nei, hann gerir það yfirleitt ekki, sko. Gott að heyra. Þannig að hann er ekki mikið að persónu gera svona, það sem hann fjallar um. Já, algjörlega. Þannig að þetta var... Það líka seldum við auðvitað vörðun okkar frá það sem vinnur okkar í IT House of Brands hafa búið til fyrir okkur. Seldum alveg haug af vörum hann fyrir austan. Ég ætla að gefa ykkur líka vörur. Svona þjóðmála hittakrús, eigið svoleiðis. Nei, þetta er bara mjög flott. Svo verði ég meira sem með aðra gjöfandi ykkur í lók þáttar. Svona... Ef við stöndum okkur vel. Já, svona meta það í lókin hvernig það verður. Þetta er auðvitað til sölu líka á heimasíðun okkar. Þjóðmála.is. Þetta er vinsælasta content á netinu er, þú veist, unboxing. Þannig að núna opnum við þetta og sjáum þetta og svona fólk vil heyra hljóðin í vörunum og kassanum opnast og svona. Þetta er bara Þetta er gæði, þetta er greinlega gæði. Já. Þannig að þetta er það er hægt að kaupa bolla og húfur og peysur og þetta allt saman. Svo förum við þetta að undirbúa áramótakíki okkar sem haldi verið í Borgarleikhúsinu 30. desember. Þú varst nú þar í fyrra. Já, skemmti mér stórvel. Ekki? Jú. Við ætlum að gera þetta aftur og þar fá gestir þjóðmálastofunar forgang á miða, þannig að við getum þetta fólk til að skrá sig þar. Algjörlega. En svona áður en við förum að ræða helstu málefni, við erum með mat frá kjötkompaníinu. Eru þið ekki duglegir að fara þangað? Ég bý rétt hjá kjötkompaní, þannig að ég myndi nú segja að ég færa að miskosti 2 í mánuði ef ekki oftar. Já, ég næ ekki 2 í mánuði en við eigum sérstætt samband í fjölskyldur við kjötkompaní. Berþór bróður minn tók 6 mánuði þar sem að hann borðaði einvörðungu kjöt úr kjötkompaní með sérstökum samningi við það og hann kom ágætlega bara brattur út úr því ferli, sko. Að vísu borðar hann ekki bara kjöt núna en djöfull borðuðu mikið kjöti. Já, þú veist að banna að blóta í hlaðarpið. Já, er það málið? Já, þetta er kristilega þáttur. Ég er líka alþingismadur, þetta er mér ósæmandi. Já, við bara, Ég tek þetta tilbaka, dreif orðin tilbaka og það er að segja blótsirinn, ekki fyrir kjötkompaníið. Nei. Herðu, svo hann styrmir í kampansöluna, hann sendi þessa flösku hérna þegar vissi að þetta var eiginlega svona, hann var hugsað til þín, Snorri. Þetta er Abyss sem er geymt á hafsbotni eins og þið sjáið. Þetta er framleitt 2017, í fyrst skipti sem þetta vínum var framleitt, það var árið 2017. Sama ár og Miðflokkurinn var stofnaður. Já, einmitt. Og þetta er síðasta flaskan á landinu. 2017. Þetta er gjöf til nýs varaformanns. Já, þetta er bara gífurlega vel þegið. Með hamingi óskum. Af hafsbotni, beint af hafsbotni. Já. Ég ætla að nefna að ég og bróður minn vorum einmitt með vitundavakningar átak á sín tíma í skoðanabræðum þar sem vorum að tala um að þyrfti að hleypa Heiðari á hafsbotn og nú höfum við í miðflokknum lagt fram tillögu þess efnis í þinginu. Já, ég fagna henni mjög. Já. En sakna leið að það sé ekki fleiri að koma fram með sambærilegar tillögur. Já. Og ég bara... Hvað fælst í því að hleypa Heiðar á hafsbotn? Já, við viljum kannski ekki láta það snúast alfarið persónu Heiðars en við gerum það nú sín tíma. Og olíuleitin og... Já, nei, bara... Sæstrengur og... Svo að mínum... Við dættum ímislegt í hug, sko. Já, það er nú engum held ég olíuleitin sem að ég var að vísa til. Það er bara þessi sjálfsagð hugmynd af hálfu hins opinbera á Íslandi að heimila og liðka fyrir olíuleit innan lögsögu Íslands. Mér finnst ekkert eðlilegur en að leyfa leitina, sko, eða að þetta er alltaf ekki bara spurning um að leyfa hana, en þess að strangt til tekið er hægt að leyfa hana núna, þetta er spurning um að stjórnvöld
ekki fjárfesti í henni, heldur sko liðki fyrir. Það þarf náttúrulega, þetta þarf að ganga greitt fyrir sig ef þetta er gert, þannig að okkar sko til að felst í þinginu sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flutti nú hérna bara í síðasta mánuði, gengur út á að það var gert eitthvað aðeins með það sko, eitthvað að tala eitthvað opinbert félag eða ríkis eitthvað, það gengur ekkert út á það sko, það snýst ekkert það í sjálfsög heldur bara að það yrði til einhvers konar eining innan stjórnsýslunar sem að gæti þá lifað líka einhverju skilningi ríkisstjórnir af, ekki að hún sé eitthvað ólýðræðislega neitt þannig, en það bara það er einhvern veginn að tryggja að ríkið verði trúverðugur mótaðili gagnvart aðilum sem hefðu áhugaði að leita hérna í lögsögunum, en það hefur ekki verið þá síðustu árum, það slær í og úr með að vilja bara hreinlega banna þetta alveg eða þá nota svona einhverja teknokrasíu til þess að banna þetta eins og svona kannski stefna stjórnarina núna að segja svona eitthvað, já svona í teóríu þá má nú alveg sækjum, bara gjöru svo vel að sækjum sko, í sömu andra á þau segja að þetta sé ekki góð hugmynd sko, þannig að hvers konar mótaðili eru slík stjórnvöld, það er svona, það var pælingin okkar sko. Nei, það er líka annað í þessu að því að, já, skál fyrir til hamingju með varaformarsambandið. Já, takk hérlega, skál fyrir hafsbóttinum. Það leynist margt þar. Það er líka reynslokkar frá því síðast að það þurftu að sækja á nokkra mismunandi staði, að ef þetta verið sett svona upp eins og þið voruð að leggja til að þá var þetta meira á einni hendi sem myndi einfalda aðkomu og svona vinslu á þessu öllu saman. Já, nei, en aðal punkturinn er sko að þú varst að tala um verðmætasköpun á hausti sko, bara hvílíkur brandari það er að lýsa sig andsnúin svona hugmyndum bara að leyfa þetta eru náttúrulega alltaf á endanum að meiri hluta til sko alþjóðleg stórfyrirtæki sem hafa þekkingu og reynslu á þessu sviði, þetta er engin annar sem getur gert svona eða lætur sér þetta í hug, að vera ekki fús að vinna með slíkum aðilum ef að það eru raunverulegar hugmyndir að vilja gera þetta í stæðin fyrir að fara hérna í þingræði eftir þingræði sem ráðherra hefur gert, Jóhann Páll Jóhannsson og lýsa sér svona andsnúin og gera lítið úr þessum hugmyndum, tala að þetta sé voðalega ólíklegt og eins og ég segi, ég kann ekki að meta líkurnar sko, en ég hins vegar hef áhuga á möguleikarum og möguleikin þarf bara að vera skoðaður sko. Ég þekki þetta aðeins, við ræddum þetta nú í þetta við settum yfir 10 milljarða í þetta hópurinn síðast og urðum margsvísari og við værum ekkert að ræða þetta núna nema vegna þess að íslensku aðilatir sem kom í þetta að við höfum fulla trú á að þarna sé olía í mjög vinnanlegu magni og þetta sé mjög arðbært fyrir land og þjóð og þess vegna viljum við þetta fara stað aftur með þetta. Já. Ég bara algjör útrútur, sko, mér er strítt heima, þú veist, ef við erum að fá okkur, þú veist, eða kósi kvöld og það er að fá sér ísi eitthvað svona, þú veist, þá þegar við klárum ísin þá fer ég með alltaf ískálina beintin í eldhús í staðið fyrir að hafa hann á borðinu og horfa á bíómynd. Þannig að með þeim orðum þá ætla að byrja ykkur rétt að mér þess að hvítu kassa hérna, ég ætla að taka borðinu. Ertu með áróttu fyrir þessu? Gerir ekki mikið fyrir OCD-ið mitt, sko, að hafa það hérna. Við höldum bara bollunum hérna. Já. Kampaðin alveg stór. Þetta alveg svakalegt. Já, þetta þræl gott. Síðast í 2017. Ég lofaði að styrmi að minnast á það, þó þetta sé síðasta flaskana, þá þetta opið núna, fyrirtækinu ætla að byrja að panta jólagjafir og svona, þannig að það að gera heyri þeim og þannig ég pluggi það aðeins. Nei, ég meina það svolítið sagt að anda þessu að sér sko. Þetta stórhættulegt efni sem þetta berið hérna borð. En sko, verðmæta sköpunarhaust, það náttúrulega hérna, eins og segi, það kynnt miðjan ágúst og ég veit ekki hvaða ríkisstjórnin var að hugsa, þið munið það var fundur í Stykkishólmi, einhver haustfundur í ríkisstjórninni, það sem við kynntu þetta. Síðan þá hefur nú eitt flugfélag fallið, það eru hópuhugsanir í sjávarútvegi og endilega fleiri á leiðinni eftir því sem maður heyrir. Það er ákomum viðvörun frá kaupallafélögum, vegstændin standi stað, stjórnstundur og svartsinir og núna síðast byrjun í rafbúnaði í álverinu og Grundartanga. Þannig að þetta er kannski frostaveturinn bara. Kristrúna frostaveturinn. en mér fannst þetta bara einhvern veginn svo viðbúið vegna þess að ég held að sko, ef maður setur sig í spor bara almennings að þá hefur almenningur verið að bíða mjög lengi eftir því að vextir lækki, að verðbólga hjaðni, að kjör heimilana batni og eins og ríkisstjórnin er að halda á sínum spilum og spila þeim út að þá eru þeir bara að valda alltaf hækkun verðlags með því að skattleggja fyrst sjávarútveg að ætla síðan að fara í ferðaþjónustuna þannig að allir þurfa að hækka þar verð, fara síðan í orkugeiran, setja sérstaklega skatt á húshitun hérna hjá þeim sem njóta góðs að því að vera með jarðvarma á sínu svæði og þetta fyrir gegnum allt. Já, og almennt sko gjaldskrár hækkanir yfir verðbólgu, umfram verðbólgu. Já, henni opinber. Já. Þannig að þau hafa bara verið að kynda undir. Og núna meiri hátt að skattahækkun á bíla líka, 7,5 milljarða skattahækkun, bara hann að halda öllu til að haga þessu. Sko. Algjörlega. Þannig að þegar ríkisstjórnin eða sérstaklega Kristrún fyrir kosningar og svo eftir kosningar kom inn með sleggjuna
stefnuna sína að hún að slá í vitlausa átt, hún bara íta undir allt í staðis að berja það niður og svo leggst ofan á þetta núna, þetta mjög óheppilega slys upp á Grundartanga og þetta enga smá fjárhæðir vegna þess að ef maður skoðar bara Grundartanga og afleitt störf þar líka, þá þetta yfir 1000 manns sem þetta hefur áhrif á og svo hefur þetta áhrif á eins og strax Eimskip, stærsta skipafélagið okkar og hefur áhrif út allt samfélagið. Og meðan svo ríkið alltaf að þenja sig út, þannig að það hefur verið ríkisvæði allt í hérna og kynntundir verðbólgu. Þannig að þetta allt öfugt við það sem ætti að gera. Ef að kíkjum á kelduna og sjáum bara gengið að Eimskip, bara síðustu 2 daga, á með að verum að taka upp, hvað búið að leggja í dag? Já, nei, þetta ekki fallegt. 1,3% í dag, 8% í gær. Þannig að þetta er töluverð lækkun hérna núna eftir þetta. Ég meina, eðlilega, þetta hefur mikil áhrif á flutningana. Nei, enda líka erum við að tala sko í kjarnastarfsemi þessar félaga sem eru svo tengd auðvitað sko kísilmálframleiðslunni og kísiljárninu og öllu sko að þetta náttúrulega algjör grunnstóð í þeirra rekstur og þetta að tala sko fleiri 10 milljarða sem eru undir í útflutningstekjur sem koma þarna einu bretti. Það eru auðvitað ekkert ríkisstjórnir að sakast en síðan sér maður og vorum í þingsal í dag að ræða þetta og það er mjög svona mikið bara svarað að sé nú margt í mörgu og það sé verið að skoða ýmislegt og ég held að menn þurfa að taka það mjög alvarlega sko í hvað stefnir núna í atvinnulífinu gagnvart bara almennri samkeppnishæfni hvort sem það er einmitt í þessum iðnaði eða bara öðru atvinnulífi að ef að samkeppnishæfnin er ekki að tryggja okkur áfram bara góðan og þéttan og heilbrigðan vöxt þá náttúrulega erum við það er ekkit sjálfsagt að við séum þetta með öflugt efnahagslíf og öflugt efnahagsástand og ég held að í einhverju skilningi náttúrulega rennur það upp fyrir ríkisstjórninni að viðburðir gerast þetta er náttúrulega einhverju sem lýsir stjórnmálum bara þannig að þetta er bara eintómi viðburðir sem falla þér í skaut og þú þarft að kljást við það og við vorum nú einmitt að velta upp í þinginu í dag sko, sem Davíð var að spyrja Kristján út í það til dæmis að þau eru að gangi í hús að spyrja fólk sko hvað eru það að spá og það er bara heimilisbókhaldið það eru áhyggjur til dæmis ungsfólks sem að maður heyrir frá að þau eru bara í alvöru klemmu á til dæmis húsnæðismarkaði gagnvart því að ná endum saman að safna fyrir íbúð og þá fara að stofna fjölskyldur og svo framvegis að það ástand hefur bara ekki á neitt hátt skánað eftir að þessi ríkisstjórn tók við nýja eru horfur það heldur Seðlabankinn að segja sko að vaxtahækkunarferlinu sé lokið á meðan annað breytist ekki. Það eina sem hefur skánað í raun og veru kjör íslenskra námsmanna erlendis af því að krónan svo sterk þannig að þú ert frekar að halda fólki utan landsins eins og kerfið er uppbyggt í dag. Já, krónan er svakalega sterk. Ég var að fagna það einmitt bara fyrir mig persónulega, ég var að skjótast til Bandaríkjanna og ég held þessi 110 krónur dollarinn sko. Þetta er mjög, mjög óvanilegt ástand sko. En í sambandi við það þá er svona að því marki þá verður ekki öðru haldið fram en að ríkisstjórnir hafi mistekist þetta stóra ætlunarverk sitt allan ennum sinn að það er ekki komið fram að það sé einhverju töfrar af hálfu samfylkingarinnar sem geta bara leyst þetta mál og á sama tíma sjáum við að öll áherslan frá Viðreisn, raunveruleg stjórnmálaleg forgangsröðun, ég sé það bara og maður sér það bara á allir umfjöldunni að snýst útlönd, snýst Evrópusambandi, snýst að beygja stjórnkerfið að einhvers konar sjónarmiðum sem að falla vel að því ferli sem þau vona sér framöndan að fara að neinn og maður sér það bara í hverju ráðuneytinu á fætur öðru sem að Viðreisn stýrir að það fer alltaf snúast það og þess vegna var þetta góð spurning hjá sem Davíð áðan í pontu sko, hvað er fólk sem eru að banka upp á í Sandgerði er að segja sko við viljum drífa okkur inn í Evrópusambandið af því það lætur ekki hvarla að sér að það sé það sem vakir fyrir almenning enginn að biðja það sko það lætur ekki hvarla að sér sko en þetta óhaf á Grundartanga, ég meina þú veist, er hægt að verðmeta þetta? Já, en það er bara forsendan er svo hvað varir þetta lengi það er alveg ljóst, þetta eru margir mánuðir og svo sér fólk ekki alveg sko kannski hvernig þetta tengist þetta Landsvirkjun en þetta er hlutfallslega miklu stærra högg fyrir eins og Orkuveitu Reykjavíkur. Ég meina tekjur Orkuveitunar af álverinu voru 9 milljarðar í fyrra. Akkurat. 24. Og svo er eins og Landsnet að þetta borgar það bil 20% af sem sagt ársgjöldum eða árstekjum Landsnets. Og Landsnet er þannig fyrirbæri sem rekur allt sem sagt rafkerfið í kringum landið og dreifir á milli landshluta að ef við missa 20% þá þurfa við bara að hækka verðið á hina 20%. Þannig að þetta getur haft mjög slæmar afleiðingar og þannig að maður bara vonar innilega að það funnist einhver leið til þess að við vinna hratt úr þessu en það er alveg ljóst að það tekur alltaf einhverja mánuði, það tekur aldrei minna en ársfjórðung og þá spyr maður þessi líka, það þarf kannski meiri áhættudreifingu inn í kerfið að svona til lengri tíma litið og þá þurfum við að vera með
hugsalega einhvern iðnað sem getur tekið svona þegar losnar og að því að stóriðjan í dag sem raun og veru eiginlega bara álverin, svo járnblendi líka að það með 80% af orkunni og við þurfum að setja meira í gagnaver, við þurfum að setja meira í svona iðnað sem meiri svona framtíðar iðnaður. Einhvern veginn hafa stjórnmálamenn ekkert verið mjög spenntir fyrir gagnaverum? Nei, ætla að sé ekki bara einhver svona svo kallar ykk-faktor í einhverju skilningi, einhver slæm umræða einhver staðar sem veldur því að menn séu feimnir við að tala fyrir slíkum iðnaði. Ég held að stjórnmálamenn hugsa auðvitað í störfum og gagnaver skapa ekki mörg störf í samhengi við álver eða jafnblendiverksmiðjur. Nei, auðvitað, ég held að stjórnmálamenn á Íslandi ég held að það sem svona minnir okkur á náttúrulega líka eins og við þurfum sannarlega einmitt að koma ekki með fleiri körfur samt líka hvað orkufrekur iðnaður mikið lykilatriði í atvinnulífinu og þá hugsa maður ágætan vin okkar Andra Snæ og fleiri sem tala svona linnulaust gegn þessari hrein og tæru verðmætasköpun fyrir íslenska þjóðarbúið sem að mörgu leyti auðvitað bara skapar mörg störf og annað eins en auðvitað bara hrein gjaldeyri sem verður þarna til og það náttúrulega minnir mann á orkumálin sömuleiðis að inn í þinginu náttúrulega aldrei þessu vant mjög mikill salur fyrir því að knýja þau mála áfram en það samt þessi svona hægagangur og samt ekki að sjá að menn í raun og veru noti það andrúmsloft til þess að fara í framkvæmdir sem liggur beinast við að fara í það þarna nokkra sem að liggur beinast við að fara í og það aftur að það fylgir ekki alveg hjá ríkisstjórninni sem í frösum og það ekki bara frasi að tala frasana, heldur þetta raunverulega frasar því að auðvitað hljómar eins og frasi að maður talar að þetta sé í frösum, en það sem að tala verðmætasköpun á haust, en það ekki svona alvöru svona það ekki áætlun sem fylgir, það ekkert haldbært á eða maður upplifa að þeim þykir þetta nægilega áríðandi til þess að hjóla í verkin þannig að það mjög mikilvægt og ég alveg sammála Heiðari í því að atvinnu uppbygging á Íslandi til lengri tíma, hún þarf sannarlega einmitt að fara inn í einmitt greina það sem að óhjákvæmilega það niðurstaðan að þegar þú ert með færri hendur að vinna eitthvað ákveðið verk sem skapar verðmæti, þá felur það í sér framleiðni og hærri framleiðni sem er náttúrulega lykil orðið í öllu hagkerfinu, það er framleiðni, hún verður að vísa veginn áfram og ég hef stundum talað það, ég var nú ekki varla fæddur þarna þegar uppgangur bankakerfisins var á Íslandi og síðan verður náttúrulega hrunið þegar ég er 10 eða 11 ára en ég leyfi mér að því að ég ekki með tráma á herðunum sem aðrir eru með að bankahruninu eða ekki með svona sama áþreifanlega hætti ég leyfi mér til þess að tala fyrir því að bankastarfsemi er mjög góð atvinnugrein ef ég horfi til þess að töluna hvernig það er þróuðust í upphafi 21. aldar út frá framleiðinni aukningu í hagkerfinu og verðmætunum sem við verðum að skapa annars við verðum að flytja inn til þess innflutt vinnuafl í stórum stíl, þetta allt bara þetta svona menntunarstörf, þetta hátæknistörf og annað eins, þetta væri raun og veru fyrir utan þessar forsendur sem urðu þessu að falli því þekkja þær betur og allir hafa sína skoðunar á því Heiðar þekkja þetta eins. Já, en þið veitir hvað við, þetta er góð atvinnustarfsemi með einhver leyti, góðkynja Já, svo lengi sem hún stendur á eigin fótum Já, ef hún er traust og helst og eins og þegar maður horfir á bankastarfsemi að vaxta munur á Íslandi hann hefur statt og stöðut verið að lækka bara á síðustu 30 árum þannig að það er alltaf verið að gera meira fyrir minna í bankakerfinu. Af hverju er hann að lækka? Það er bara stærðarhagkvæmni og það er tækni sem kemur inn. Á meðan sjáum við hjá einu opinbera, þar eru þeir alltaf að gera minna fyrir meira. Alveg sama hvort maður horfir á heilbrigðiskerfið, menntakerfið, maður horfir á skrifræðið. Það kostar alltaf meira og meira, en hversu mikið kemur út í því er alltaf minna og minna. Þannig að þegar oft hefur verið á svona titildugum að slá sér upp með einhverjum frösum, að þá er verið að tala sjálfbærni. Og hver er sjálfbærni ríkisrekstrar? Hann er enginn. Vegna þess að ríkið lifir á því að taka pening af þeim sem skapa verðmæti, hvort það eru einstaklingar eða fyrirtæki og síðan yfirleitt fara þeim mjög illa með þá fjármuni. Já, nei, ég hef haft mikla skoðunar og í sambandi við þetta sem ég er að tala með og líka þessa gervigreind og þú veist, að einhver leiti mætti örugglega ímynda sér að til dæmis einmitt ykk-faktorinn, er þetta því þetta? Það er svona einhver bara óljós svona neikvæð andrúmsloft tilfinning gagnvart einmitt ákveðnum atvinnugreinum og með bankastarfsemi, við þekkjum söguna þar, gervigreind. Prófaði að fara að þingja þetta og tala fyrir lækkun bankaskatts. Já, nei, og ég hugsa að það leggja enginn í það, en það er ekkert kannski sjálfur sér að tala það sem áherslumál heldur bara að bera virðingu fyrir því þegar atvinnugreinar eru afskaplega gáfulegar í sjálfur sér, rétt eins og einmitt það sem við erum að tala í hátækni og gervigreind og öðru eins. Og tala nú ekki ef að menn ná til þess að laða hingað fyrirtækja, því að við erum nú að
að tala eins og PCC og þar verið að skoða svona eins og mér heyrist að stjórnvöld sé í rauninu að skoða bara hvað annað sé þetta að gera á svæðinu fyrir orkuna eða eitthvað slíkt. Ef við skoðum það bara heildina liti á Ísland all landið, hvaða tækifæri það eru, til dæmis að fá öflug, til dæmis bandarísk stórfyrirtæki sem þurfa orku og hvað það þýðir til dæmis fyrir þjóðaröryggi Íslendinga að vera búin að vinkla sig við öflugunum mikilvæga innviði í raun og veru fyrir einhverja öflugri aðila. Allt svona að hugsa stórt í þessu. Ég held að það megi ekki alltaf mikið tíma að missa og það er svona eiginlega tónnin sem maður heyrir líka frá til dæmis frá bara lobbyinu í þessum greinum er að sko, þú veist, það eru mörg tækifæri núna en það þarf svolítið að senda skýr skilaboðum að Íslandi í fyrsta lagi sé tilbúið að afla orkunar sem þarf til þess að fara í þessi verkefni, það þarf að gera það og svo einmitt að láta þessi verkefni verða veruleika sko. Já, og fréttaflutningurinn til dæmis í kringum þetta, hann er aldrei magnaður eins og þegar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fór í opinbera heimsókn núna og fyrsti forsetinn sem fór í gang í svona konunglega heimsókn til Bretlands. Það var bara fjallað það hvernig hann leit út í Kastalanum og hverjir höfðu verið þar. Það fylgdi ekki hér fréttunum, hann skrifaði undir stærsta fjárfestingarsamning sem hefur gerst í sögu Bretlands sem var yfir $100 miljardar. Það fylgdi ekki sögunni að Oracle sem orðið eitt af stærstu fyrirtækjunum í gervigreind þeir að gefa núna nýtt þróunasettur til Oxford og Cambridge til að nota. Og þetta hefði Bretland ekki geta gert eða þeir væru ennþá í Evrópusambandinu. Vegna þess að löggjöfin þar í kringum gervigreind, hún hreinlega lamar svona starfsemi. Við erum utan Evrópusambandsins, við eigum orku. Bretland vantar orku, þeir bara ekki sjálfum sér nægir. Við erum sjálfum okkur næg plus og getum framleitt ennþá meira orku hérna. Þannig að við erum í kjörstöðu gagnvart því að gera með svona samning við Bandaríkin. Já, nei, og ég myndi að skilur síðan hvaða stjórnmála við sitjum uppi með ríkisstjórn sem hugsa þetta virklu frekar þannig núna að vegna einhverjar svona áferðar sem þeim kann að mislíka þessa stundina í ýmsum málum til þess að hálfu Trump-stjórnarinnar, þá hafnaðu til dæmis að sjá að sko í kringum Trump er náttúrulega rosalega klárt lið sem er ekkert, það er enga tilviljanir í því sem þau eru að gera á veraldarsviðinu. Þannig að ef maður ætlar að vera pragmatískur og hugsa sko hvernig getur við nýtt tækifæri sem Ísland hefur gagnvart þessu stjórnvöldum sem eru augljóslega með rosalega stór plönum Bandaríkin og rosalega stór plönum Bandaríkin í viðskiptum við alheiminn, að við séum þá föst í einhverju dogma hér að Trump sé svo vondur að við getum ekki sko bara litið framhjáði hvað okkur finnst það sko og hugsa bara, hérna er augljóslega fólk sem er að leita að samstarfi við einmitt til dæmis Breta sem eru rétt eins og önnur nágrannar ríki okkar ekki í Evrópusambandinu, að þau fóru úr Evrópusambandinu, að menn séu þá ímynda sér að þetta sé núna augnabliki fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandið, sökkvandi skip efnahagslega, það liggur fyrir hvort sem það er í þessari nýju tækni gervigrindin það sem að menn eru búin að binda eigin hendur með slíkum hætti, með reglugerðum annað að þau bara komast ekkert áfram og fyrirtæki það að flýja til Bandaríkina það sem á tölurnar sína að bara Bandaríkin eru svona upp og Evrópa er bara föst að menn hugsa þau ekki, hvernig ætlum við að leggja okkar lag í þessu umhverfi alveg sama hvað okkur finnst skoðanir Bandaríkjaforseta á einhverjum félagsmálum eða öðru annað eins að menn láti slíka rör sín, glepja sér sín er mjög skaðilegt fyrir íslensku þjóðina núna en við getum gert bara mjög góða og fallega risastóra gullfallega samninga við Bandaríkin eins og maður myndi sjá fyrir sig ef við hefðum á því áhuga sko. Það er náttúrulega, Snorri svo sem kom aðeins inn á það nefndir andra stræði, maður getur rifið upp ummælið landverndar og VFG það að loka álverum eða vilja það að álver loki og allt þetta. Nú náttúrulega gerist það bara næstu því að heilt álver næstu því lokar en það var fyrst að velta fyrir sig bara þú segir að dreifa áhættun og allt þetta hvað getum við gert? Við erum ekki með stefnu, menn tala um atvinnustefnu núna, hvernig sjáum við þetta fyrir okkur? En þá náttúrulega að láta bara Landsvirkjun og láta orkusalana, orkunáttúrunar, HS Orku og fleiri, svolítið bara ráða því hverjir þeirra viðskiptavinir eru og ekki að taka fram fyrir hendurnar á þeim með það. En þegar við skoðum til að mynda uppbyggingu álvers, það tekur með öllum leyfum og öllum framkvæmdum, það tekur hartnær áratug. Að byggja upp gagnaver tekur innan við 2 ár. Eitt gagnaver sem ég sá rísa hérna hjá Atnorth, sem hétt þá Advania Data Center á Fitjum, hafa komið upp og sett í ganga á innan við 4 mánuð. Þannig að þarna ertu með eftirspurn sem borgar 2-3 hærra verð, heldur en stóriðan í dag er að greiða hérna og getur komið inn og tekið við svona óvæntu svona eftirspurnar hrunni
og stíið þar inn og tekið við orkunni og það menn fer að hugsa til að mynda jú, en þá þetta svo mikil fjárfesting og að byggja upp gagnaver, nei, að byggja húsið, þetta eru bara einföld stálgrindarhús með loftrasti kerfi og jú, það eitthvað rafkerfi en það sem dýrt í þessu velbúnaðurinn. Ef við skoðum til að mynda Grundartanga, segjum að Grundartangi hefur verið að nota 400 megavött á ári af orku, að þá gagnaverið sem Atnorð var núna með á Akureyri var verið að víja 6 megavött en vélbúnaðurinn inn í það gagnaveri, bara vélbúnaðurinn kostaði 125 milljarða. Að reisa álver eins og við erum að tala um að Grundartanga setja ykkur 400 megavött, það myndi kosta kannski sambærilega fjárhæð. Það var vantilega ekki reist fleiri álver í Íslandi en þau eru... Nei, en ég bara setja þetta í samingi að þarna orkunotkun upp á 6 megavött leiðir að sér fjárfestingu sem jafn stór eins og heildarfjárfestingi var fyrir 400 megavött. Og hvað var þar síðan sem sagt uppbyggingu starf og annað að það alveg eins og Snorri sagði, þetta snýst verðmætasköpun að auðvitað fær Landsvirkjun og orkusalarnir hærra verð frá þessum mótaðala, þeir minnka áhættun í kerfinu og að þarna af því að það svo mikil fjárfesting í velbúnaði þá geta þessir aðilar borgað mjög há laun gagnvart þeim sem síðan koma að starfrækslu velbúnaðarins af því að þar skiptir hvert prósenti í afköstum alveg gríðalegu máli. Já, sko, í sambandi við, ég tekið undir þetta og almennt efnahagsstefnuna eða atvinnustefnuna eins og sagt að sé í vinslu og mér finnst ekkert óeðlilegt að stjórnvöld vinni atvinnustefnu og þar með náttúrulega ekki sko hugsunin að sko vera með hendurnar eða puttana í hver einasta smáatriði eða reyna að stjórna því algjörlega hvaða atvinnustar sem að fara fram, en ég meina menn geta haft ákveðin sjónarmið að við viljum framleiðni, aukningu, ekki bara til dæmis að leysa vandamál okkar með innfluttu vinnuafli sem ég hef náttúrulega gert töluverðar athugasemdir við alltaf í gegnum tíðina og ég svona fyrst framan að þegar var verið að ræða þessa atvinnustefnu stjórnvalda þá náttúrulega koma svona viðbrögð eins og til dæmis frá greinum eins og ferðaþjónustunni sem eru svolítið svona að hrökkva í kút og segja sko að tala gegn okkur en mér finnst það ekki alveg endilega réttu viðbrögðin og ég held að ferðaþjónustun sé ekkit föst þar heldur, ég held að núna til dæmis að ferðaþjónustu dagurinn sem ég missa af en alltaf hlusta og þar einmitt verið að ræða Konráð Guðjónsson með sérstakt erindi framleiðni og það auðvitað allir sammála því að framleiðni þarf að aukast í öllum þeim greinum sem við erum að byggja hérna á, það bara algjört lykilatriði, það að segja að það sko að 3 stjörnu hótel aldrei það sama verðmæti í því fyrir hagkerfið og 5 stjörnu hótel. Það eins og mjög auðvelt að segja það, já við þurfum betur borgandi ferðamenn. Það var allir alltaf sagt það, allir sammála það þarf að byggja upp alvöru luxusinnvið og annað eins og sömuleiðis þegar við erum að tala tækni og innflutt vinnuafl og annað eins að því ég tel það eitt stærsta hagsmunamál líka fyrir almenning á komandi tímum að það sé ekki svona mikil þrýstingur hérna á kerfið. Það ómikil þrýstingur á kerfið. Það bara mín skoðun, mitt mat af mjög mörgum ástæðum, líka menningarlegum en líka hagrænum eins og ég var nú að skrifa núna í vikunni í viðskiptablaðinu að þetta ekki gott heldur fyrir hagkerfið til lengri tíma að menningin að það séu neikvæð áhrif á menningur til þess að tölum ekki sama tungumál höfum ekki sömu viðmið, sömu söguna sömu óskrifuðu reglurnar þetta bara eins og í fyrirtækjarekstri, svona gott þetta verðmæti í þessu líka þannig að mér stundur gleymast að tala það en í sambandi við framleiðinni í ferðaþjónustu þá þú veist gervigreind til dæmis og sjálfvirkni væðing það bara rosalega tækifæri í því ég meina rétt eins og út með bar eða út með til dæmis bara einhverja vegasoppu þess vegna munurinn á framleiðinni slíks fyrirtækis ef þú komið með sko frá því að vera kannski með 3-4 þjóna á gólfinu yfir að fólk pantar sjálft með vélum eða símanum og annað eins sko framleiðinni aukning og tæknin hún getur bætt allar atvinnugreinar til muna og allar atvinnugreinar hafa hagsmuna þannig að stjórnvöld þurfa bara að lýsa sig fúsa að styðja við allt sem í þá átt alveg óháði, það ekki stríð á milli greina sko, bara því ég fæ þetta svo oft sko ef maður að tala að maður vilji ekki byggja þetta allt að ég vil ekki skipta úr þjóðinni bara fyrir einhvern hagvöxtinn í nokkur ár, það bara svona mitt grundvallar sjónarmið sko, þótt að ég átti mig vel á því að í sumum greinum rétt eins og hérna framan af 21. öldinni til þessi byggingariðina að annað eins, þá voru hún alltaf með og erum ennþá með, það byggir allt á innfluttu vinnuafli en það hins vegar ekki alveg sama í hvaða greinum það verður að mínu mati, það getur ekki bara orðið í opinberri þjónustu allri að mínu mati, það bara minnst það ótækt út frá menningarlegum þáttum, þannig að þetta þessi atvinnustefna og þetta og gervigreindin, sjálfvirknivæðingin og framleiðni og þjóðmenningamálun, þetta fer allt saman í það að stjórnvöld þurfa bara að vera með skýr markmið það hvernig við viljum þróa hlutina í rétta átt og ég held að séu í grunninn allir sammála þessum markmiðum sko, ferðaþjónustan líka. En við höfustundur rætt, ég held að við meintum að rætta hérna þig sko, bara lagerstöð, svo tekið sér dæmi, þú veist, ég meina í framtíðinu munu mjög fáir vinna á lager, vélar munu bara afgreiða vörur og flytja út í skip og allt þetta. Þú veist, Amazon var að tilkynna þér að tæknivæða 600.000 störf og stórt samvikið þar sko en þetta ásamt við hér á Íslandi líka, þú veist,
og fólk, þetta bara velnett fólk fyrir að velta fyrir sig bara, herðu, hvað er ég að gera í framtíðinni? Í hverju getur unnið? Og þetta ekki nýtt. Einn frægasti spekulantin í Bandaríkjunum í þessu, þetta Erik Brynjólfsson og faðir hans var íslensku prófessor í MIT og hann búinn að vera að skrifa þetta núna í hátt í 20 ár og prófessor í Stanford og svo annars veitir Martin Ford og þeir eru búin að vera svona með svipaðar forsendur í gangi í 20 ár og skoða bara hvað verður út frá almennri sjálfvirknivæðingu og svo eru þeir alltaf að uppfæra þetta eftir þeir sem bætist í tæknina. Að ekkert af þeim dómsdagsspám hafa ræst. Þeir héldu því fram að það engir bílstjórar við vinnu í Bandaríkjunum 2025. Það væri búið að gera sjálfkeyrandi flutningabíla, leigubíla og svo framvegis. Og þetta voru þá, ef ég mann rétt, 7-8 milljónir manna sem ætti að mæla göturnar. Þetta hefur ekki gerst. Það sem að gervigreindin gerir líka á tæknin, hún býr til annars konar störf og þetta þekkjum við bara úr hagsögunni. Og það sem að, Snorri, þú hefur líka verið að ræða einn að fáum hér, það bara þessi rosalegu kaflaskil sem að verða í fólksfjölda þróun í heiminum. Þannig að nú meira segja þannig fyrir komið í Evrópusambandinu að það vantar fólk til starfa. Hér áður fyrir 20 árum þá að fjölda atvinnuleysi, það var allt upp í 30% atvinnuleysi í ungu fólki. Í dag það þannig að það sárvantar starfsfólk í vinnu meira og minna alla álfuna. Hér á Íslandi eru að horfa á það bil 3% atvinnuleysi og það fullt af störfum bara sem fæst ekki ráðið í. Þannig að þessi sjálfvirknivæðing kemur líka á góðum tíma þegar við sjáum að það fyrirsjáanleg fólksfækkun í hinu vestræna heimi. Þannig að þeir sem alltaf að sjá svona dómsdag, þeir sem betur fyrir að hafa rangt fyrir sér. Já, nei, nákvæmlega. Það fínt að draga þetta upp samt, þú veist að... Já, nei, og ég nefnilega er eins, ég er bjartsýnismaður gagnvart sjálfvirknivæðingu að mörgu leyti og ég tel að hún leysi eitt stóra vandan hérna á Íslandi, að geti hjálpa okkur mjög mikið átt að lausninni sem mannfæðarvandi. Við höfum alltaf gleymt við mannfæðarvanda. Ég vil ekki leysa mannfæðarvandan með því að flytja bara inn mörg 100.000 manns. Ég bara hafna því, mér finnst það bara ekki vera góð nálgun á Íslandi en þessi breyting að það sé að verða, þú veist, þessi fæðingatíðni, við höfum erfitt með að ná henni aftur upp, það verður stóra áskorun framundan, það eru margar leiðir sem við getum reynt, það er risa verkefni en það er flókið og hins vegar telja okkur sé alveg óhætt þannig séð að þetta aðeins niður í fæðingatíðni í smá stund ef við gætum mögulega fengið rönd við reist eitthvað aðeins síðar, svo lengi sem við völdum ekki varanlegum skaða með því að bara skipta þjóðin út með innflytjendum vegna skammtímahagsmuna. Og þá segi ég á þessum tímapunkti núna, þegar við erum að fara inn í mikla sjálfvirknivæðingu á öllum sviðum, það er bara algjörlega fyrirsjáanlegt. Vélmennin sem að sér í þessum myndböndum eru orðin svo lík mönnum að það hálfa verið nóg. Talandi keyrandi bíla. Við getum ekki tæknibyltingar eru þannig að við getum ekki séð fyrir okkur hvað mun gerast eftir 20-30 ár. Þannig að það sem segir núna núna er augnabliki þar sem að íslensk stjórnvöld standa þá í millitíðinni, í þessu millibils ástandi, þar sem við erum hérna með mjög stóran hluta innflytjenda. Þess vegna ég ætla að segja þetta með íslenskuna bara því ég er með þessar þjóðmenningar þætti á heilanum. Þess vegna þá verðum við að nota augnabliki núna að passa upp á að það verði ekki eitthvað rask á íslenskri tungu til dæmis sem almennu samskiptamáli í okkar þjóðfélagi að verði ekki eitthvað rask vegna tímabundina aðstæðna sem ég er að vonast til þess að þessar aðstæður séu út af þessari þróun sem við erum að fara inn í Þannig að það er hægt að vera bjartsýnn en það er líka að vera svolítið með augun á boltanum. Ég er alveg sammálaður með þetta og það nú til lengra en banna rúfa á ensku og pólsku, hætta að senda þessu skilaboð að við séum með eitthvað annað tungumál en íslensku. Alveg rétt og fyrir 25-27 árum síðan þá var mér að segja viðskiptaráð hérna á Íslandi að tala það hvort það væri ekki bara arðbært að leggja niður íslenskuna sem var algjörlega fráleit hugmynd. Síðan hafa komið hugmyndir það að þessum mikil stærðarhagkvæmni að reka samfélag að við eigum bara strax að stækka Ísland upp í 1 milljón manns. Nei, ég er ekki samlega og vegna þess að þessir aðilar sem tala svona, þeir gleyma því algjörlega hvað er límið í samfélaginu og það er menningin og það er sameiginlegt tungumál. Og það sem býr til svona samtakamátt á Íslandi, það er að fólk stendur saman af því það finnur það ásómart sameiginlegt. Og þegar við sjáum í öðrum löndum, það sem eru mörg þjóðabrot, það fæst aldrei svona samstæða, það fæst aldrei heil eining einni neitt. Þannig að
áhættan í samfélaginu verður miklu meiri. Já, ég hugsa einmitt sko að ég var einhvern veginn á fyrirlestri að ég var bókaður, leiddur í gildru að koma að tala flóttamannamál í Háskóla Íslands í einhverju félagsfræði tíma sem var alltaf stóra hættulegt en frekar öllu og skildra ég veit að ég hefði mátt vita betur en það var sjálfstæðismæður sem lokkaði mig þarna eftir eins og hann sagði mér eftir á gegn vilja margra þarna en allavega ég gekk í gildruna en fór betur en áhorðist en ég man að þar fór kennari, þetta heiti kennari fór og talaði sko í upphafinu sko að þetta var eitthvað svona flóttamanna áfangi og auðvitað augljóslega niðurstaða Háskóla Íslands í við erum að hafa opið landamæri en til þess að raukstiða þá hugmynd þá var hann að tala sko við getum öll orðið flóttamenn þið sjáu þetta með Grindavík núna og ég hugsaði einmitt já við sjáum einmitt Grindavík núna vegna þess að Grindavíkumálið að styrkja Grindvíkinga hefur verið eitthvað óumdeildasta stjórnmálaatriði á Íslandi bara frá því mann eftir mér það hefur ekki verið ágreiningur í eina mínútu á meðal neins að bera að gera allt fyrir Grindvíkinga að þau eru Íslendingar, þau eru við stöndum saman, það samheldni það bara munur á því miður og sama hvað þessir útópísku fræðingar allir segja, það bara munur á því þú veist, þetta er okkar fólk og ég meina það bara þannig, bara sama hvort okkur líka betur að vera við erum þjóð, þannig að þessi samheldni sem við erum að tala hún bara gulls í gildi og hún lætur hlutina ganga þetta vel. Hún var grundvöllur lífsgæða kraftaversis hérna á 20. öld að menn gátu vunnið saman með sameiginlega sögu, 1000 ára sögu, sameiginlega tungumála en eins. Þannig að ef það raskast, þá telli það sér miklu meiri skaði en bara menningarlegur. Hann líka efnahagslegur, það það sem ég að benda á. Sko. Fer þetta sama við hugmyndir frjálshyggjunnar opin landamæri eða það að menn geti lifað og starfað hvar sem í heiminum? Já, það náttúrulega bara opin landamæri bara framkvæmlega ef þú ert ekki með velferðarkerfi og frjálshyggjumenn margir hverjir segja að við höfum ekki að vera með velferðarkerfi og þá kemur náttúrulega augljóst framhald á því að þá hægt að vera með opin landamæri. En að reyna að halda því fram þessi bæði að vera með velferðarkerfi og opin landamæri, það náttúrulega algjörlega augljóslega. Meira að segja Kristrún Frosta átta sig á því, sko. Já. Og ég er búin að átta sig á því fyrir margt löngu síðan, en síðan voru með klofin flokk á bakvið sig, sem ekkert sammála henni þessa skoðun. Þannig að... Nei, ég var nú einmitt í Silfrunni í vikunni að minna samfylkingakonu á að Kristrún hefði nú sagt þetta. Ég held að það sé náttúrulega líka rosa sterkt í fólki í pólitíkinni núna. Ég finn það allavega, það mjög skýrt ákall að eftir alla svona þessa kraftmiklu alþjóðahyggju í bara eiginlega hverjum einasta þætti vestarrænnar stjórnmála hugsunar svona síðustu 20 ár. Það hefur verið mjög ríkjandi að það sé forgangsröðun gagnvart útlöndum eða einhver eymd einhver staðar að þá sé það okkar viðfangsefni í einhverjum skilningi. Ég finn ákveðið bakslag í þessu og ég segi alltaf vertu bakslagið sem þið langar að sjá í heiminum. Það ákveðið bakslag í þessu að segja sko nei, ég held að... Vertu bakslagið sem hann boða? Já, nei, en það bara einfallega, sko þegar síðan skóin kreppir hér, eins og við erum að tala þetta á mörgum sviðum, það bara engan veginn sjálfgefið neitt við að lífsgæði hérna haldist eins góðu eru, að samfélag okkar haldist í góðum skorðum, það engan veginn sjálfgefið. Fólk hefur þetta núna á tilfinningun og þá held ég breytist í einhverju skilningi og náttúrulega líka í tíðarandanum í víðari skilningi breytist þessi forgangsröðun, þannig að það ég finnst skýrt á fólki að áherslan á að vera á Ísland fyrst og svo allt hitt eins og við segjum. Já, en svo líka fólki sem hefur verið að tala þessa alþjóðavæðingu og alþjóðahyggju. Þetta mest fólki í háskólum og fjölmiðlum og í stjórnmálum. Þetta ekki fólk sem hefur verið að sinna hefðbundinni verðmætasköpun. Vegna þess að þegar við horfum á hvernig helsti boðberi þessara gilda Bandaríkin hafa hagað sér, þá hafa þau alltaf blanda saman stjórnmálum og viðskiptum. Þau sendi ekki vopn nema þessu amerísk vopn. Þau sendi ekki bara fjármagn eitthvað. Þau sendi ekki fjármagn nema að það kom eitthvað á móti. Og við hérna erum rosalega badslegi þeirri trú að það séu allir að gera þetta bara af því þau séu svo góð. Bandaríkin ræði þessu af því þau hafa bara hrein og klára hagsmuni og eru að verja sína hagsmuni. Og það var mjög minnistætt. Ég satt hérna að hafa kveðjuhóf fyrir þáverandi sendiherra Bandaríkjana og ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu var hérna með okkur og kannski 10-12 manns að borða í hádeginu og hún sagði, ég skil ekki ykkur í íslensku utanríkisþjónustunni. Þið leggið enga áherslu á viðskipti. Þið eru bara alltaf að tala um menntamál og menningamál og jafnréttismál. Hvenær ætlið að standa með hagsmunum Íslands? En er það ekki bara amatúrismi? Jú, þetta bara ballarlegt. Og kúltúr. Þetta amatúrismi. Nei, og þetta þú veist, ég ljósi þess líka sem ég var að segja áðan, sko, það svo ærandi þegar fólk afgreiðir bara, eins og bara alla utanríkisstefnu Bandaríkjanna þessa dagana sem bara einhvern bjánaskap í Trump, skilur við. Þegar eins og, sko, ég var að hlusta á viðtal við Jared Kushner, tengdason Trump, sem nú mikill erindreki hans í alþjóðamálum. Það sem hann er að segja alveg fullum fetum. Í 60 mínútum. Já, það sem hann er að segja fullum fetum, það sem auðvitað augljóst að stefna Trump yfirlýst sú að gæta hagsmuna og gera að stunda utanríkisstefnu út frá hagsmunum en ekki gildum. Það er að segja gildi, þetta sem við höfum náttúrulega lifað við að
og ég hef alltaf átt mjög erfitt með þessa svona rótgrónu blekkingastarfsemi sem ég finnst falin í því að láta eins og utanríkisstefna snúist gildi, sko. Það trufla mig alltaf, ég á erfitt með að trúa því, en einmitt íslensk stjórnvöld eru kannski stundu svolítið blái gagnvart því og halda þetta snúist allt gildi þegar síðan alvöru leikmennirnir eru bara að hugsa beinharða hagsmuni þjóðana, sko. Og ég held einmitt að íslensk utanríkisstefna einmitt að hugsa bara, þetta snúast bara fyrst og fremst gildi, nei, ekki gildi hagsmunni, sko, augljóslega. Ég meina að því að sko, svo getur ykkur aðrir fræðingar og stjórnmálamenn og í alls konar tækifærisræðum, þar getur rætt gildin okkar, en bara þessi angi okkar stjórnmálastarfsemi, hann kannski ekkit endilega til þess að snúast gildi. Var ekki Henry Kissinger sem sagði að það var engin vinir í alþjóðakjörnu, það var bara hagsmunir? Jú, alveg rétt. Og það bara sem margir sem halda peningarnir einhvern veginn vaxa á trjánum. Að verðmætasköpunin eigi sér stað af sjálfu sér og þeirra hlutverk sé að útdeila verðmætum. Frekar heldur hún að stuðla því að verðmætasköpunin hún þrífist og dafni og vaxi. Og það bara eitthvað sem velmögunar vandi. Og þann vanda eigum við að etja hérna núna. Já, við þurfum að vakna svolítið og það eitthvað svona, menn kannski þess að vakna gagvart, við þurfum að halda vel á okkar hagsmunum en þess að ekkert af þessu sjálfsagt, sko. Og svo svona ákveðna krossgötur það sem að kemur að ef maður fer í vitlausa átt, þá verður ekki farið tilbaka. Nei. Og það eins og þú ert að tala með sko, tunguna okkar og menningun og annað, að þegar þetta farið, þá þetta bara farið, þetta kemur aldrei aftur. Eins þetta með sko viðskiptahagsmuni eins og Jóhannustjórnin eftirlét alls konar undanþágur og því að Ísland með hreinustu orkuna, við erum að nota yfir 80% hérna hreina orku, á meðan meðaltalið innan OECD og innan Evrópu undir 20%. Samt eru við með jafn eða meiri svona íþyngjandi reglur, gagnvart mengun hér heldur en það. Og við höfðum undanþágur, en þær voru gefnar eftir og við fáum þær ekki tilbaka. Og hver var að standa okkar hagsmunum þarna? Og þetta eitthvað sem ekki bara milljarðar, þetta eru 20 milljarðar á hverju einasta ári fyrirsjáanlega framtíð. En það bara einhvern veginn engi með auðan og boltan og þarna var hórt til gilda ákveðina stjórnmálamann en ekki hagsmuna landsins. Já, og það staðan núna aftur með Viðreisnarflokkin í ríkisstjórn, þar sem að þetta snýst miklu meira oft að sko vera ekki með neitt vesen gagnvart því sem kemur þarna frá Evrópusambandinu, heldur bara svona færa góð rauk fyrir því að þetta sé nú bara mjög góð hugmynd í staðis að vera bara frekar svolítið leiðilegur á móti þarna. Þú veist, þarna bara okkar hlutverk að vera svolítið leiðilegur á móti, bara bítu, hvað erum við að koma með hérna inn, sko? Ég meina, rétt eins og talandi innleiðingu á sko gervigreindar fargæninu þarna frá Evrópusambandinu, sko, sem snýst bara að kæfa þetta í fæðingu að hluta til, sko, allan að það snýst ekki það, en það allan áhrifin, sko. Og við hugsum bara áhrifin. Þannig að, sko, að fara síðan að innleiða það hingað, skilur við, í staðinn fyrir að vera bara, já, heyrðu, íta þessu undan og já, við ætlum að skoða hérna, við ætlum að fara aðeins yfir þetta. Þú veist, það bara hægt að stunda þetta þannig, sko. Já. Eins og við segjum með bókun 35, bara, já, við ætlum að skoða þetta, við heyrumst þarna. Tökum stöðun og setna. Ég ætla að taka smá útúrdúr hérna, við erum alltaf við erum okkur í frumherja, þá tökum við sko skoðun eða endurskoðun á einhverja þætti. Ég sá að Sonja Huld Guðjónsdóttir, starfsmaður þingflokks Samfylkingarinnar, hún skrifaði grein á Vísi í vikunni og var að barma sér við því að loftslískvíðin væri horfin. Fáið ykkur hérna meira á meðan ég lesi þetta upp. Og segir í lok greinarinnar, það væri skynsamlegt að endurvekja loftslagskvíðan. Hann líklega einn af fáum kvíðum sem rökrættir að þjást af í dag. Verður við ekki svona endurskoðan á svona Nei, ég myndi bara eða bara rauða með það? Ég rauða með það. Bara afgötunum með þetta? Þetta vegna þess að hún þykist birta hérna í lokin, sá ég 5 staðreyndir. Og það ekkert að þessum staðreyndum sem fást staðist. Mér finnst svo gaman að rifja það upp það sem Al Gore var að segja í bæði bókinni sinni og svo bíómyndinni, hann Inconvenient Truth. Fyrst fekk hann friðarverðlaun Nobels fyrir þessa bók og svo fekk hann Óskarsverðlaun fyrir myndina. Hann á að skila báðum verðlaunum vegna þess að hann svo illa þessu komin. Þetta var árið 2007. Þá sagði hann að allur ís á Norður Íshafinu yrði horfin árið 2013. Þarna hún að halda þið fram að það hefði aldrei verið minni ís á Norðurskautinu heldur núna. Það hefði búið að fjölga, hefði búið að aukast ísmagnið á Norðurskautinu á hverju einasta ári undan fyrir 10 ár. Þú að tala þarna að það hafa aldrei verið minni ís á Suðurskautinu. Það líka kolrangt. Þú að tala að aukning sé í fellibyljum, að auðvitað það núna að við búum í heimsþorpinu og við fáum fréttir af hverjum einasta fellibyl. Ef þetta skorað, þá þetta líka rangt. Þannig að þessi grein alveg
ótrúlega vitlaus. Tómþvæla. Já, en sko þetta hún Sonja vinkonum minn, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar nei, hún ekki framkvæmdastjóri, hún starfsmaður þingflokks og hún svona, ég held að þessi hugsun eins og þessi sko að get ekki mætt á einhvern fund sko hjá Arctic Circle á þess að bara, skilur, allt fara á hliðina hjá manni sko. Vera bara andök eftir það? Já, en ég meina, þú veist, ég held að þessi hugsun náttúrulega, hún var að miklu leyti ríkjandi náttúrulega og í fjölmiðla umræðu á síðustu árum var þetta svona sko, það var svona síbylja talandi um það sko, af þessu. En þetta svona kannski líka til marks það, eins og með Kristrúnu sem formann flokksins, sem jarðbundnari í þessum málum en margur annar í flokknum, þá minnir þetta mann samt á hvert undirliggjandi aflið innan Samfylkingarinnar. Þetta þessi hugsun að mörgu leyti á mörgum öðrum sviðum, að finnur þetta mjög skýrt núna og sífellt skýrar í til dæmis útlendingamálum, að þar menn bara því miður ekki líklegir til að láta kné fylgja kviði að laga almennilega til dæmis í hæliskerfinu sem þarna við höfum nú alltaf sett á oddinn og það átti að hljóma einhvern veginn eins og Samfylkingin hefði áhugaði að laga það, en það var svona einhver svona Bismarck brella sko, að taka bara máli og segjast að þetta gera eitthvað, en svo bara kemur eitthvað allt annað á daginn, til dæmis bara það að neita því að fara bara í þá aðgerð vegna sérhagsmuna Íslands sem við erum að tala fyrir, bara setja stopp á hælisumsóknir í 5 ár, vísa bara til okkar sérstöku aðstæðna, það eru margar aðstæður sem við getum vísa til, við færum bara rök fyrir þessu og menn gera alvarlegar athugasemdir við okkur á alþjóða vettvangi, þetta eru bara okkar hagsmunir, allavega að prófa, sjá hvað gerist sko, ef við erum gerað afturræka bara og menn ætla bara að ráðast inn í landið af þessum sökum, þá náttúrulega getum við þarna reynda að skoða það sko, en menn segja við mig, hvort sem það eru Viðreisnarflokkunum eða hvað þá Samfylkingu, segja áður en þessi hugmyndir skoðu sko, þetta óraunhæft. Þegar ég að vísa til þessi dæmi til svo Grikklandi þar sem það var ákveðin eiga þar hjá þeim, þar sem þau sögðu bara við ætlum að gera hlýja hérna umsóknum, það bara of mikill ágangur, þannig að ákveðin tegund umsóknar, hún verður bara ekki tekið til afgreiðslu hérna, þeir eru innan Evrópusambandsins, þeir eru aðilar að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna, að Mannréttindadómstóli Evrópu og svo framvegis, þannig að þetta spurningum að ríkið noti fullveldi sitt til að gæta sinna hagsmuna og það ekki að sjá til dæmis eins og að því fyrir að hugsa þetta með loftslagskriðan sko. Það þetta undirleikjandi straumur innan Samfylkingarinnar, maður sér það, þau fara af stað svona gamall armur, Villi Þorsteins Oddný og aðrir eins, þeir fara svolítið af stað allt reiðafólki í samfélaginu og það virðist oft takast ágætlega að pressa þarna á fórustuna. Allir þessu að fylla upp eitthvað tómarum sem að þau telja VG hefur skilið eftir sig? Ég veit ekki hvort það verði þannig að það verði stjórnmálaafl til vinstri utan þings sem byrjar á ógnaðum. Ég auðvitað býst maður við því vegna þess að sko, ef þú talar þetta tæknilega kraftaverk sem varð í síðustu kosningum þegar sko Pírata, sósíalistar og VG urðu öll úti, þetta var svona 12% fylgi næstu sko. 12% fylgi af miklu vinstri sinnaðara fólki en í Samfylkingunni sko, þannig að það hefur náttúrulega, það fylgi hefur leitað inn í Samfylkinguna í fylgistölum, en ef að sko bara vegna þess að þau eru á þingi sko, en ef eitthvað afl gerir sig gildandi þá held ég að verði alltaf róttakari vinstriflokkur fyrir það síðar sko. Og ég að mörguleiti, mér finnst bara fínt að hafa það, hann að einhver sé að lýsa þessum sjónarmiðum hreint út sko, þá veit maður hvar maður hefur fólk sko. Við setjum ekki endurskólan á þetta, við setjum rauða með á þetta. Heldur betur. Klippum númerinn af. Við tóm þvæla. Já. Herðu, ég var mjög ánægður að fá ykkur hérna í þáttinn í dag og bara til mikinn kost að fá hérna góða viðmælendur. Ég ætlaði mögulega vera með 2 konur, en þær eru bara í verkfalli. Allar í verkfalli. Þannig að ég held að segja ykkur að þið voru svona second choice sko. En ætlaði þessu bæði með loftslagskvíða og í verkfalli. Það verður erfiður dagur sko. Já, það getur nú vel verið. En sko þetta fer oft saman. Mér finnst alltaf að vera sama fólki sem brjálaði yfir öllu. Það svolítið þannig, reiða fólkið bara. Það sem svo áhugavert sko að spila. Venjulega fólki fólki ekki að tjá sig á samfélagsmiðlum eða Twitter eða Facebook eða. Nei, ég held að sko hvað sem þetta sko. Eins og þetta kvennaverkfall og kváraverkfall, hvað sem það á að þýða. Ég skil ekki hvað konar en að tróða sér inn í þetta kváraverkfall sko. Já, nei, bara eyðileggja fyrir kvárunum. Sko, það sem svo áhugavert í þessu einmitt það sem þú segir sko með venjulega fólki sem tjáir sig um þetta sko. Hverjir eru það sem í raun og veru að standa fyrir þessu leikriti núna, þessu kvennaverkfalli? Þetta eru mikið til menntaðar háskólakonur sem eru í mjög háum stöðum í samfélaginu, hvort sem það í stéttarfélögum, í stjórnmálum, í opinbera kerfinu, jafnvel í atvinnulífinu að hluta til. Forseti Íslands að leggja niður störf. Ég meina, þú veist, hvað? Það ekki svo að sé að taka launlaust leyfi á morgun. Ég meina, þetta verkfall, þetta bara eitthvað bull, skilur? Er það að færa forsetavaldi á Kristrúnu sem líka kona? Já, þetta mun allt, spilaborgin mun öll hrynja á morgun. En sko,
það sem athyglisvert við þetta er því þú nefndir sko venlega fólkið ástæðan fyrir því að ég held að sé svona gagnvart öllum almenningi og öllu fólki sem komið út úr þessum wokeisma sem hefur legið hérna á okkur eins og einhver mara síðustu ára sem að enginn voga sér að anda á svona rugl er sko að þetta er svo augljóslega orðið að einhvers konar svona menningarlegar yfirstjætta dæmi. Það er að segja að þessi wokeismi sem á að vera að nafninu til uppreisn jaðarsettra hópa gegn einhverju kúgunavaldi eins og maður getur séð fyrir sér að kvennaverkfalli hafi verið á sínum tíma. Þar hafi verið miklum svona sannari grasróta stemning alveg sama hvað aðri þættir voru í því og hvernig maður getur lagt mat á það. En það var örugglega svona sönn grasróta stemning í einhverju skilningi. Þetta eru raunveruleg réttindabaráttu í einhverju skilningi sko. En þetta hérna fyrir 50 ára síðan sko. Já, en þetta hérna svona núna sko, maður sér bara þetta er svona háskólakonur sem að lesa manni pistilinn og reyna að tína til einhverja þætti sem eiga að vera ennþá inn í þessari misréttis hugmynd og sömuleiðis sko nota líka þú veist það að byrja að segja kvár að blanda kvár inn í þetta, það er svolítið svona að halda baráttunni lífandi sko, af því þá ertu líka mann að bæta inn í, ég veit ekki, þetta er bara Guð blessið fólk, en allavega punkturinn er bara að hljómurinn, þetta er svo hólur hljómur í þessu að þetta er orðið að svona hugmyndafræðilegu valdboði að ofan og þetta er svona sovjetríkja dæmi, þetta er eitthvað svona yfirstjætt sem er að tala um hún sem að berjast fyrir þrautpindri alþýðu allra landa eins og þetta sko, einhverjum þrautpindum konum sko, og svo mann ég mitt eftir því að sko, þegar var kvennaverkfall síðast 2023 þá mann ég eftir því að það var svona, þú veist, allar þessar konur sem ég hef talað þessar góðu yfirstjættar konur fóru svona eitthvað í verkfall og eitthvað mættu þarna og svo varu svona birta myndir á Landspítalanum þar sem voru svona eitthvað konundar sem komast ekki eitthvað bara, þú veist, útlenska konur að vinna á Landspítalanum bara já, þær komast ekki að það er í alvöru vinnu og þær komast ekki, hver er þá punkturinn að því að þú veist, ef einhver raunveruleg baráttu ætti að fara fram í einhverju kvennabaráttu núna þá væri það augljóslega erlendar láglaunakonu sko, ekki íslenskar yfirstjættakonu sko, sem er eitthvað að drekka svona kampavinn og fara og skála sko, og í raun og veru bara að finna upp nýtt bull til þess að færa rauk fyrir að þessi barátta make ennþá sens í þessari mynd sko. Ég sá að Þorbjörg Sigríður og Hanna Katrín voru að bjóða sko, konum að koma og skála fyrir kvennafrítíðunum í gamla bíói á morgun. Tákgrænt sko, þetta er nákvæmlega sem maður að tala þetta er bara svona kampavins gleði og hvað eiga að leggja jeppanum sínum? Það er ekki bílastæði og borgarlínan er ekki komin en þetta er minnst þetta lýsandi fyrir sko, hvað er komin hólur hljómur í wokeisman í víðari skilningi að þetta er búið að kerfisvæða þessari hugmyndafræði. Þetta er ekkit uppreist frá almenningi, þetta er engin grasrót, þetta er engin réttindarhreyfing sem er að berjast gegn einhverju ofurefli. Þetta er bara valdboð að ofan sem er að segja þér, nú átt þú að vera eitthvað á einhverju kvenna frídegi, þetta er brandari sko, að mörgu leyti sko. Þetta er líka svona annað dæmi það að fólk heldur að peningarnir vaks á trjánum. Það er eins og þetta kosti ekki neitt. Kosti samfélagi ekki neitt. Já, það er náttúrulega deilur á sömu vinnustöðum það hvort að þú að fá sko launlaust leyfi eða ekki. Hvort sem að fólk fær leyfið ekki. Þetta er bara það mikið inngrip og þetta riðlar það miklu í starfsemi að það er alls konar kostnaður, framleiðinni minnkar og verðmætasköpun minnkar, alveg sama hvort að viðkomandi einstaklingur fái laun eða ekki. En þetta er svo yfirgripsmikil vanþekking á því hvernig verðmætasköpun á sér stað. Að halda að þetta sé bara ókeypis og sé bara tilefni til þess að skála í gamla bíó. Það er bara stemning. Stemmari. Við skálum hér. Ég verð nú að hrósa, ég var að senda þetta á ykkur strákar í búlis úr Samsung símanum mínum. Frétt sem að var á mokkanum í gær og Ásdís Kristjáns vinkona okkar í Kópavogi, hún lætur ekkit bjóða sér upp á þessu svona sko. Við byrja auglýsingar vegna kvennafrídagsins fjarlægar. Já, hún leifir ekkit hverjum sem er að hengja upp ykkur auglýsingar á kaffistofu bæjarins sko. Nei, það beini í nefinu. Ég ætla bara rétt að henda sér frétt inn og rósunni fyrir þetta sko. Hún har róskilið fyrir þetta. Beini í nefinu til þess að gera þetta, ég hugsa mannréttinda sviði Reykjavík og borgar sig ekki að taka þetta sömu tökum. Nei, það er ólíklegt sko. Nei, þetta er bara þú veist og líka sömuleiðis þetta sko þessi ummæli þarna sem er svo fyndið sko með að þú veist þarna unga fólkið sé framsækið en að gömlu risaeðlurnar skil ekki nútíman, þetta var svona ummæli sem fóru svolítið að flug í sambandi við þetta sko að þetta er svona og ég fjallaði það hérna á landsþingi Miðflokksins í ræðu minni sko að það er svona áhugaverð blekking sem að mjög margir voru haldnir að með tíð og tíma myndu sko, eldri en að gæsa íhaldsamari kynslóðir, gömlu risaeðlurnar bara deyja út með bara eftir því sem eldri borgurum fakkaði eða eftir að menn bara hvettu sviðið svo kemur bara allt annað í ljós sko, og svo kemur bara ung kynslóð sem er bara íhaldsamari en nokkur sinni fyrr
var læst inn í COVID í mörg ár og var einmitt þar að skoða vafasamar hugmyndir sem voru að bruggast á internetinu, sem eru ekkert vafasamar hugmyndir, sem eru bara endurtenging við bara hlutlægan veruleika, við skynsemi lífsins, við bara góð, djúp, falleg, hefðbundin gildi lífið og þetta látið af þessari stétt sem ég að tala þessari ágætu sérfræðingastétt, eins og sé bara menningarlegar hamfarir, það sé bara einhvers konar bakslag, það sé bara einhvers konar fasismi að grafa sig þegar fólk bara svona hægt og rólega svona aðeins bara ranka við sér og hugsa svona meira og meina bara í takt við það sem allir hugsuðu bara fyrir 30-40 árum. Já, það var eiginlega spurningin bakslag orð ársins 2025? Já, þetta orð hefur nú verið alveg að bögga mig í árum saman, en jú, afalust orð ársins á hverjum degi. Ég hef aldrei heyrt þetta jafn oft eins og núna. Já, bara bakslag í öllu. Og ég alltaf jafn hissa, vegna þess að... Það enda bakslag í verðmætasköpun, eins og það sittir ekki fram. En þið getið fara að tala fyrir því. Ég vil fá viðtal fyrirsögn Heiðar, bara bakslag, upplifið mikið bakslag. Verðmætasköpun. En kjör almennings hingað til hafa verið að batna, alveg fram á þetta ár og þannig að hér á landi en svo eru menn oft ef það hendar þeirra málstað að taka einhver erlendæmi og flíka þeim. Já og sko eins og þarna með kvennabaráttuna að blanda þarna einhverju kynsegin hugmyndafræði inn í kvennabaráttuna því þá getur alltaf sagt sko nei, þú veist, og í mörgum af þessum viðtölum sem maður rekur augun í, sko, er bakslag í kvennabaráttu. Það getur enginn alveg útskýrt að hvaða leyti það er. Það oft talað kynbundið ofbeldi. Ég meina, ég veit ekki alveg hvað nákvæmlega tengist verkfallinu nákvæmlega. Það náttúrulega bara sjálfstætt vandamál í samfélaginu sem allir eru mjög sammála að leysa. Og síðan það nefnt og svo launamunur. Ég meina, Sigga Andersen, vinkona mín, segir að konur fái hærri laun hjá henni opinbera en kallar. Þessi unga konur fái hærri laun hjá henni opinbera en kallar. Snýst ekki síst bara þeim sem mentunina sem þær fá. Og ég heyri það ef mentunastigir herra, þá gera það. Og ég heyri það til dæmis frá mönnum sem að reyna að fikra sig upp í stjórnsýsluna. Það sagt við þá bara, farðu að fá þér eitthvað tilgangslausa þessar meistaragráðu, af því að annars megu ekki ráða þig, sko. Það kemur bara einhver jafnréttisnefnd og þú verður að hafa menntun bara til að tryggja þig frá öllu slíku, sko. Þannig að þú veist, ef einhver undingefin, þá það kallandir og ég hugsaði það smá þegar ég horfði til þess að Sigmund Erni vinn okkar niður í þingi halda ræði í gær og hann var svona svolítið eins og þarna gísl í svona myndbandi að fylla upp bara, já, hvernig frítagurinn er góður og þetta verður svo gott þetta aldrei rétt og konur bestar að kalla sökka, þú veist, þetta ég veit ekki, ég allan að koma svo yfir þetta rugl, sko. Já, en ef þeir ætla að halda áfram eins og var komið fram með svona kynjakvóta hitt og þetta, þá fáum við smá saman þessa ólæsu ungu drengi inn út á það og þessar háskólamenntuðu konur í dag sem yfir 70% háskólanema komast bara hreinlega ekki að. Ætlaði þá að breyta reglunum aftur tilbaka? Já, nei, og þú veist, þetta náttúrulega verslu núna, eru kynjakvótar, sko, og það þetta stjórnvöld að koma í gegn frumvarpið þar sem að það verði svona DEI stefna í inntöku í framhaldsskóla, það að segja að það verði byrja að horfa til sífellt fleiri þáttar, sko, einmitt kynja, kynhneigðar, útlits, þjóðurnis uppruna og svo framvegis, þannig að menn vilja alltaf leysa öll vandamál með kvótum, sko. Með frekari inngripum. Með frekari inngripum í staðin þess að ræða rót vandans sem einmitt eins og staða drengja í skólakerfinu og hún náttúrulega býsna flókin, sko, en ég upplifði það mjög skýrt samt að gaurar segja, sko, að mörguleiti það sem svo áhört við þetta að þú veist, alveg óháð því einhverju skilningi þegar maður stundu verið að tala þessar kynjafræðikennslu og annað eins, sko, að sko, kynjafræðikennsla það sem að einhver svona típa eins og Þorsteinn Vaffer að halda einhvern fyrirlestur yfir þeir sem að kenna það hvað þú ert óndamaður? Já, og tala eitrað karlmennsku og að ráðandi karlmennska sé hvít og gagnkynhneigð og þetta svona bara, þetta svona suðupottur allra verstu hugmynda af wokeismanns og svona mest niðurdrepandi hugmynda. Það kannski aðal máli með hvað þetta niðurdrepandi því að svona strangt til tekið, mikið af þessum wokeisma og þessum pælingum jaðarsetningu og allt þetta dæmið sem alltaf verið að básuna í þessum fræðum ekkert endilega í sjálfu sér eitthvað að þetta sé allt alveg ránt en bara gaurar bara nenni ekki að hlusta á þetta bara, heyrðu, getum við þú veist bara óháð því við skulum bara vera þægir og hafa okkur fallega en bara getum við lært að lesa já, og getum við lært að lesa og getum við sleppt í að fá fyrirlestur hvað er mikið að okkur og hvað við erum eitraðir og svo framvegis fyrir að vilja bara sinna, þú veist, vera við bara náttúrulegir kallmenn, sko, bara sem eru að gera alls konar, skilur, þú veist, þessi fyrirlestrar frá einhverjum svona sérfræðingum og hvað er mikið að þeim, sko þetta er bara orðið og það er það sem kannski þetta ágætt að fólk fattar ekki, kannski þetta er bara orðið brandari í hugum fólk, sko þetta er bara orðið brandari miklu leið til, sko það er engin lengur að hlusta á þetta, það er bara svona leið hjá sig, ekki í augum þeirra sem að vinna sem kynjafræðingar að við upp eins opinbera og er að læra það í háskólum já, nei, það þarf að halda í stjættarhagsmunina. En það er svo gaman þegar loksins birta skoðanakannanir svona mál
eins og birti skoðanakönnun hvort við ættum að auka græna orkuöflun á Íslandi, 96% þjóðarinnar með því. Þegar spurt að því hvort við ættum að fara í olíuleit á Íslandi yfirgnæfandi meirihluti með því. Það spurt að því hvort að kynfræðsla kynsegin sé lykilnámsgrein í skóla, það engin á því nánast nema þessir sem hafa beina hagsmuni, beina vinnu af þessu. Þannig það þarf að gera auka lýðræði. Og það eitthvað sem ég hef talað mjög lengi og oft hort til Svisslendinga með og til Sviss að þeir standa sér framúrskarandi í því að virkja bara skoðanir almennings til ákvarðanatöku. Já, og það er nú í okkar vestrænum lýðræðisríkju þessa dagana ef það á að fylgja vilja almennings en þegar elitinu líkar ekki vilja almennings þá heitir það populismi. Þessi vilja almennings og eins og Brexit og annað sko. En alvarlegast í populismi sögunar er náttúrulega sósíalismi. Þess að sósíalismi gengur ekki upp. Hann gengur ekki upp hagfræðilega og búið að sýna fram á það fyrir 200 árum síðan. En alltaf er þetta búið reyna með alls konar mismunandi aðferðum og það er hinn sanni populismi. Já, stakka minnir. Herðu, rétt að kíkja aðeins inn í pólitíkina sko, við erum búin að ræða hennar hluta en við sáum að það kom ný könnun í vikunni þar sem að Miðflokkurinn er að bæta við þessi fylgi ríkur upp, er það nýjum varaformann að þakka eða hvernig? Við þurfum að gera skoðanakönnun það. Það er okkur í Miðflokknum að þakka. Ég verði að fá skjótinu, ég sá mjög finna myndir þetta skopmyndin inn á Facebook bara í vikunni sem að Aðalsteinn Jörgensen teiknaði. Miðflokksfylgið. Það sem Snorri Másson er að pumpa upp fylgið. Já, nei, sko, auðvitað vil ég pumpa upp fylgið maður, það er það sem við þurfum að gera. Ég finn rosa stuðning með okkur, við erum alltaf búin að vera að segja það, stjórnmálaflokkar alltaf að segja að það sé sem mikill stuðning og mikill meðbyr. Finna mikið meðbyr, sko. Mjög vinsælt orð fyrir stjórnmálamenn að nota. Þannig ég lýsti við þannig að það væri mjög gaman þegar þær hugmyndir okkar væri að vera studdar af tölum sem þarna ljúga engu, sko. Skoðanakannir eru bara skoðanakannir, en sko þetta er náttúrulega ég hef lýst því sko að ég kom inn í Miðflokkin núna ári síðan cirka og fór í þingframboð og sko sá flokkur sem ég kom inn í þá var náttúrulega að á leiðinu upp úr miklum öldudal. Bergþór og Sigmundur höfðu þarna verið með ótrúlega framistöðu sem tveggja manna þingflokkur og stóðu vaktina tveir hana? Já, og það sé ég náttúrulega ekkert síst bara núna eftir að ég byrjaði að starfa í þinginu sko, að bara geta einu sinni fungerað að einhverju leyti sem þingflokkur tveir er magna kraftaður og vakið athygli á málefnum sínum sko. Þú veist, þannig að það er það sem þeir gerðu þar verið seint full þakkað í þágu þjóðar en það sem staðan í flokknum var svo að menn voru komið upp úr öldudal og þú veist, maður var að mæta alls konar fundi og þekkti ekki marga og þú veist, það var þarna og ég hef náttúrulega kynstu öllum mun betur núna sko, en bara ef við ber saman bara stöðuna í flokknum alveg óháð fylgin eiginlega sko, því að það er mjög gott að það fylgi líka sko, en bara stöðuna í flokknum út frá bara hverju hafa gengið til liðs við okkur, hvaða fólk sem hefur alltaf verið með okkur orðið bara miklu peppara og virkara og bara svona fókuserað og núna er maður bara allt í að lendi því núna í aðdæmanda setjastöndkostninga að við erum bara komið með fólk á mikilvæga pósta sem bara, það þarf enginn að pæla í þeim lengur, þau eru bara komin á fulla ferð sjálf, sko, þannig að flokkurinn byrjar að starfa bara eins og smurð vél, sko, þannig að það kemur ekkert á óvart ef að það mun raunverulega skila sér í fylgisaukninga á næstu tímum, sko, því að það er ekki bara hvað hugmyndir okkar eru góða, sko, heldur hvað starfsemi er orðin góð, sko. Ég myndi líka segja bara ungt fólk eins og vorum að ræða það er íhaldsamara og það er bara hægri sveifla alþjóðlega. Þannig að ég vona svo sannarlega Miðflokkurinn og vonandi Sjálfstæðisflokkurinn líka fái bara svona meðbyr í seglin. Já, sko, það er ekki mikið að frétta fylgi Sjálfstæðisflokksins? Nei, alveg ótrúlega lítið og þau eru ekki að nýta tækifærið sem er núna eins og Snorri og félagar eru að gera mjög vel. Nei, við höldum okkar striki en sko það sem ég held að sé gerast einhverju skilningi að því að það er líka alltaf, þú veist, að því að maður alltaf að tala um að eitthvað sé að gerast eða sé mikill meðbyr að sé að fara að gerast, kannski er það mögulega byrjað að gerast núna einhverju skilningi, að fólk sé eitthvað svona svolítið að vakna til lífsins gagnvart okkar dæmi, sko, maður finnur það alveg. Já. En hvað útskýrir þetta fylgi sem að Samfylkingin er að mælast með? Hún mælist hátt. Hún enda fellur aðeins í kunnum maskinu en hérna hún er líka mælast hátt í þjóðarpólsunum. Já, sko, þetta byrjar að hækka þarna eftir kosningar hjá Samfylkingunni og ég benti nú á þessi 12-13% þarna sem urðu sem í raun og veru þingið var viðskila við þarna við kosningar. Það er rosalega mjög áhugaverður tæknilegu viðburður, atburður að þetta hafi farið svona sko, vegna þess að það hefði verið allt önnur stað uppi, þannig að augljóslega sækir þetta fylgi til Samfylkingarinnar. Ég býst við að eitthvað frá flokki fólksins farið til þeirra
Viðreisn og Samfylking virðast verið einhver svona tiltölulega góðu jafnvægi þó að ég skinni nú samt svona sífellt meiri núninga einhver leiti á milli flokkana og flokkur fólksins þarna skilin eftir í duftinu á einhver leiti ef við horfum á fylgið sko en það heldur, það kemur ekkert á óvart vegna þess að þar hafa menn gengið að bak orða sinna með slíkum hætti til dæmis í fullveldismálum að ég bara skil vel að fólk eigi mjög erfitt með að horfa fram hjá því. Líka bara í málefnum öryrkja og alls konar málum sem eru búin að lofa og það eru mikla væntingar til þeirra. Já, þannig að einhver hluta vegna. Svo myndi ég líka segja að Kristrún hefur gert þetta vel. Ég meina, hún kemur fram sem ábyrgur forsætisráðherra og fólk vill trúa því að hún hafi vit á efnahagsmálum. Og að henni muni takast að bæta kjör heimilana. En því miður þá mun það ekki rætast, hvorki henni vegna nýja almennings. Að því að stefna ríkisins í fjármálum, stefna ríkisins í skattlagningu og öðru, kynnti bara undir verðbólgu og þau gera ekkert í að auka verðmætasköpun. Já. Ég var búin að merkja á með þetta spurningu sko, sem var relatið þín, hvað þýðir Ísland fyrst og svo allt þetta? Við erum svo sem eiginlega búin að fara svolítið í það. Já, við fórum okkur inn í það sko, en það bara það sama og að því við erum að tala líka fylgisökningum Miðflokksins sko. Ég held að þessi áhersla tali til fólks. Ég finn það mjög skýrt að núna sé tími til þess að setja svona beina sjónum okkar að hagsmunum Íslendinga til allra framtíðar. Að hugsa bara það hvar við stöndum núna, hvar stöndum við eftir 40 ár, 80 ár, 120 ár. Það það sem mér finnst að við eigum að vera að hugsa sko, og stundum finnst mér ég stundum tínast gagnvart sko, dægurmálum og dægurþrasi tímans í pólitíkinu. Stundum upplýða, við þarf kannski aðeins að vera meira að því ég er mjög mikið að hugsa framtíðina sko, og bara líka líðfræði og hvernig okkur gengur til þess að fjölga okkur og svo framvegis. Ég er með mjög hugan við þetta og þess vegna hef ég fengið alveg sérstaklega endurvakta áherslu sem ég legg á til þess bara sko efnahagsmál gagnvart ungu fólki og kjör ungs fólks, hvernig við getum virkilega straumlínulaga það að fólk getur stofnað fjölskyldur og þetta bara mál nummer 1 að mörgu leyti fyrir mér og þetta bara efnahagslegt hagsmunamál, þetta snýst skattlagningu, þetta snýst verðbólgu ástand, stýrivexti, þetta snýst húsnæðismarkað, þetta snýst uppbyggingu innviða, þetta að mörgu leyti fær maður svona aukin þrótt gagnvart þessum augljósu viðfangsefnum þegar maður hugsar þetta út frá þessum djúpu sögulegu hagsmunum þjóðarinnar að einhverju leyti sko. Og þá maður bara peppar á hverjum degi sama hvaða skít maður fær í flasið sko. Mér langaði að spyrja þig Heiðar í þessu samhengi sko, að því þú veit að þú er mikið áhuga á innviðuppbyggingu og hefur fjárfestið því og fleira. Sko, af hverju tekst okkur ekki þessi ríka þjóð að vera með almennilega vegi, almennilegar hafnir, þú veist, við erum komið með nokkuð gott fjarskiptakerfi, en þú veist, það eru alls konar svona innviðir sem einhvern veginn bara Já, við erum með frábært fjarskiptakerfi, enda það alfarið í höndum einkaaðila. Og það sem skóin kreppir helst hjá okkur, það á íbúðamarkaði sem algjörlega ríkisskipulaður. Það í heilbrigðiskerfinu, það í menntakerfinu og svo í vegakerfinu. Þetta allt bara unnið á forsendur ríkisins af ríkinu. Og svona þetta allstaðar, það sem lamandi hönd ríkisins kemst að. Þess að við skoðum í kringum okkur hvernig best að gera þetta, að þá það með þáttöku einkaaðila. Og best heppnaða innviða framkvæmd Íslands, það voru Hvalfjarðargöngin sem borguðs upp á mun skemmri tíma og það var John Hancock tryggingafélag í Boston sem kom með mesta fjármunum inn í það og svo íslenski lífeyrissjóðir. Það sé ekki fyrir löngu búið að opna og fleiri svona framkvæmdir. Það skammalegt. Ég meina Hvalfjarðargöngin voru opnuð 97 og hafa algjörlega staðist tímastönn og við horfum til að mynda núna á Reykjanesbraut. Það verið að tala að það sé verið að klára tvöfalda veginn til Keflavíkur 26. Það var byrjað á þessari framkvæmd fyrir meir en 20 árum síðan. Þetta vegaframkvæmd út af slysahættu og umferðarþunga sem borgar sig upp á innan við 2,5 ári. Hversuna var þetta ekki sett í hendur einkaaðila að gera þetta? Nú komið það sem margir óttuðust að það væri sett eitthvað kílómetragjald á. Svona kílómetragjald út frá því hvernig tæknin í dag bæðið með sím og bíla, það hægt að njörfa það niður eftir því hvaða leið þú velur. Þú þarft ekki eitthvað tollið, þú þarft ekki starfsfólk í að rukka og svo framvegis. Það var löngu ljóst að vera að gera þetta svona. Það er ekki sjálfgefað að kílómetragjaldi fari í vegi, ekki frekar bensingjaldi. Þeir munu taka það til sín eins og allt annað. Þau bara í hítina. Já, alveg eins og þessi kolefnisgjöld sem þeir að fá núna tilbaka frá Evrópusambandinu. Það fer ekki eins og í einhver verkefni sem snúa að þessu, fara bara beint í ríkishítina. Já, ekki einhver útreikningar sem sýna hvað grátlega lítið af þessu fer í veggjöld, þessi vega uppbyggingu sko. Já, eiginlega bara ekki neitt. Þannig að það sé ekki fyrir, ég meina ég ferðast Óman, það sem þjóðartekjur eru sko 1/6 af því sem hér.
þeir eru með miklu betra vegakerfi og byggja veg bæði gegnum fjöll og yfir fjöll og í eyðimörk og niður við sjó eins og þeirra landslag býður upp á alls ekki einfaldara heldur en hjá okkur. En þeir eru með miklu betra vegakerfi. Og þetta bara skömm að við séum ekki að gera betur í þessu og það kerfislegt. Það að því að þetta allt á forsendum hins opinbera. Já, það góð kenning. Einhver var að bera þetta saman daginn, sko, ímyndaði sér hvernig kostnaður við heilbrigðisþjónustu þróast í gegnum árið. Það verður bara dýrara, erfiðara og ómögulegara með að við til dæmis framleiðslu sjónvarpa. Akkurat. Þau bara rapi verður og orðin bara ókeypis. Nei, ef ríkið verður ennþá að reka fjarskiptakerfi hjá okkur. Já. Þá væru við með ömurlega þjónustu og ótrúlega há gjöld. Ef við skoðum bara verð á fjarskiptum á Íslandi á síðustu 15 árum, þá hafa þau verð, útgjöld heimila til fjarskipta lækkað meira en 95%, en gæðin margfaldast. Þannig að þetta hægt þar sem einkaaðilar að sinna verkefninu. Það svona sem þetta svona erfitt hjá sín? Já, þetta erfitt hjá sína því að þeir hafa bara tekið strategískt rangar ákvarðanir því miður. Já, þetta rosalega erfiður rekstur þar, sko, en það náttúrulega ekki síst heldur líka fjölmiðlahlutin sem náttúrulega örugglega mikill baggi, sko. Þegar við vorum að vinna þarna saman, þá var nú fjölmiðlahlutin með hagnaði. Já, nei, þarna, ég reyndar orðin þeirra skoðunar að það verði Skildu þetta eftir í ríkinu bara? Ég Snorri gerir það. Já, við gerum það. Nei, Heiðar fór nú á sögulega góðum tímapunkti, en sko það er bagalegt að horfa á hvernig fjölmiðlar eru staddir og hvernig menn neita að horfast í augu við það inn í þinginu að Ríkisútvarpið sé stóri vandinn á markaðnum, en ég að vísu þetta komið þangað. Ég ætla að taka fund með sín annastu vikum. Akkurat, geggjað. Nei, en sko, að því ég þeirra skoðunar að eins mikill markaðsinni og ég þá ég líka þeirra skoðunar að á Íslandi þá sé og verði því miður ákveðin markaðsbrestur á fjölmiðlamarkaði. Það ákveðin markaðsbrestur í einhverju skilningi og ég veit að sumir efast tilvist yfir höfuð einhvers markaðsbrest í nokkur grein, en þetta bara svona, það fræðilegt úrlausnarefni sem við getum ekki leyst núna, hvort það sé til. En þetta eru bara ríkisinngrip sem skekkja alla útkomu. En það sem ég hef hugsað, þú veist, eins og þessi hugmynd okkar í Miðflokknum sem ég stend með og tala fyrir í þessari umræðu núna, ef að menn ætla að hafa þessa ríkistyrki í stað þess að fella það bara brott sem að var náttúrulega krafa beinlinis fjölmiðlana sjálfra, sko. Þeir vildu eiginlega ekki sjá þetta, sko. Það það sem svona geggjað við þetta. En ef að menn ætla að hafa þessa ríkistyrki, þá finnst mér liggja svo beinast við að taka þriðjung útvarpsgjaldsins sem hver og einn greiðir og þá ráðstafar þú því til þess miðil sem þú velur. Þá ertu búin að glíma við markaðsbrestin sem að ríkið lítur auðvitað svo á að sé fyrir hendi, þessi markaðsbrestur, en leysir hann lýðræðislega. En það er bara engin áhugi fyrir því hjá Samfylkingunni og ég er bara farin að segja þetta fullum fetum inn í þingi að við erum með pólitískt spillt ríkisútvarp og stjórnvöld vilja hafa þannig. Það er staðan. Þetta er ekki einhver tilviljun. Ég held að það sé bara rétt. Þetta er líka eina leiðin til að mæla raunverulegt traust almennings til RÚV. Af því að sko RÚV vísar rosalega mikið og átt að gera kannanir traustmælingar. Þú veist að þú treystir fréttastöðun ákveðið mikið. Herðu, mælum þetta trausta alvörunni og látum bara útaskjaldi renna. Svo held ég að rannsóknir sem sýna fólki að velja hvert útaskjaldi fer. Já, svo það rannsóknir sem sýna það að sko traust til fréttastofa það er yfirleitt sko í átt til þeirra fréttastofa sem bara rugga ekki bátnum og gera bara ekki mikið, gerðu bara sem minnst, verður bara sem svona, dræðu bara svona mest í hlé og þá færðu traust, sko, ekki reyndar að RÚV gerir það í öllum málum, ekki síst eins og skemmtiefninu sem ég ræði það til henni sinni þinginu alveg fullum fetum, að Gísli Marteinn vinur minn að skrifa bara á Facebook að RÚV gegnir mikilvægu hlutverki núna, sérstaklega núna á tímum eins og hann orðaða uppgangs þjóðernis íhalds sinnara líðskrumara. Hann er bara að segja að RÚV hefur skýrt og afmarkað pólitískt hlutverk á Íslandi gagnvart einni afmarkaðri pólitískri stefnu, þjóðernis íhaldi, sem er líklega við í Miðflokknum. Og svo notar hann orðið líðskrumarar, en ég geti nú alveg bent á jafnvel ráðherra þessari ríkisstjórn sem eru líðskrumarar, þannig að við látum það líka milli hluta, sko. En sko, maðurinn að segja þetta fullum fetum og hann verður náttúrulega að teljast í einhverju skilningi svona eitthvað sem mætti líka við hugmyndafræðilegan ritstjóra Ríkisútvarpsins, svona hann er með mjög mikilvæga línu þarna inn í umræðuna og hvernig menn það starfa. Hann er á besta sjónvarpstíma Ríkisútvarpsins. Já, og bara, ég veit bara að hann hefur mjög mikil áhrif á það hvernig fólk hugsa þarna innanborðs og það sem hann leyfir sér, leyfa aðrir sér. Og þannig að hann leggur línuna, pólitísku línuna fyrir RÚV í þessari áróðustarfsemi og segir svo fullu fyrir hvert markmið hans er. Bara stemma stigu við ákveðinni pólitík. Og menn bara yppa öxlum í þinginu og láta svo eitthvað vandamál eða skrýta að ég sé að taka þetta upp. Nei, en einn svona saga af Ríkisútvarpinu og hvað þau eru sko blinda á sig sjálf. Það var Bogi Ágústsson að tala við Ingólf Bjarna Sigfússon sem var
fastur í Úkraínu og Bogi sá svona trausti fréttamaður sem hann spyr Ingólf hvernig Ingólfur nálgist fréttir fyrir austan hvort að, ég horfi úkraínsku sjónvarpsstöðvarnar en hvernig rússnesku fréttirnar, hvar færðu þær? Já, það þýðir ekki neitt, það eru bara ríkisfréttamiðlar í Rússlandi og við treystum þeim ekki. Þarna voru 2 ríkisútvarpsmenn, þeir eru algjörlega blindir á sjálfa sig. Sko. Þeir eru fiskar í vatni, það staðan alltaf. Menn eru svo fiskar í vatni gagnvart því að ríkisútvarpið pólitískt, það vita allir hvar það stendur, það starfar ekki einasti maður þarna inni sem er raunverulega á skjön við ríkjandi stjórnmálahugsun sem þarna innanborðs, það bara hannig, þeim er ekki líft þarna og við bara borgum fyrir það hvort það fari einhverju 6-7 milljarðar og svo 2 sem eru sogaður upp á auglýskamarkaði, þannig að þetta eru svona 8-9 milljarðar sem fara inn og bara, þú veist, ekki láta mig fara út í það eftir að við höfum nú staðið í fjölmiðlarekstur sko, að geta ekki skilað sko hagnaði eða eðlilegum ársreikningi með 8-9 milljarðar í tekjur í þessari starfsemi, ég bara skil það ekki sko, ég reiki mitt eigið fjölmiðlafyrirtæki og starfa hjá öllum fjölmiðlum landsins fyrir utan RÚV eiginlega, en bara að geta ekki skila án tapi ársreikningi með þessar tekjur ég bara veit ekki hvert þetta fara þú veist, mér líður bara eins og sé vera þú veist, ég veit ekki hvað er í gangi þannig sko. Í þessu samhengi minnum við þetta aftur á þjóðmálastofuna já, engar hvernig fótt er að ská sig í hana Herri, við erum búin með svona 1-3 að þáttinum nei, við erum rétt að byrja það fyrir við nú aðra kampa sko. já, láta senda ykkur aðra sko, ég kíkir náttúrulega reglulega á Kringlukranna og var búin að vera að segja mönnum þar í vikunni að þið verða að koma þannig að það var það hrúast spurningar frá mönnum þar menn er að stoppa maður þegar maður lappa á borðinu sínu og mjög spennti fyrir að fá okkur Já, ein þeirra var til að segja hvað það leið sko, er Nadine Guðrún Jaggi, er hún að fara í frambúð fyrir miðflokkinni í borginni? Það stendur afar ólíklegt að Nadine taki slæðin í borginni. Já, þú segir það núna sko. Þú ert með innherja upplýsingar. Já, sem var að forma flokksins og ég tek öllu með fyrirvara sem ég lesa á Vísi. Já, nei, ég skil það vel. Ég tel nú ekki líklegt sko, en ég tel nú mjög ólíklegt að kona mín fari í þetta, en hún reyndar atvinnulaus bara fyrir þá sem er að hlusta þá er frétt á Vísi það sem Nadine Guðrún segist að það sé afar ólíklegt hún sé að fara. Já, en hún sagði þetta afar ólíklegt, en menn segja það í spjalli þetta því nú eiginlega nei sko en þetta er ekki nei þetta er greinilega ekki nei en ég held að þetta sé nú nei en það kemur nú líka fram í þessari góðu frétt sko að það er mikill áhuga á því hvað er að fara að gerast fyrir miðflokkinni í borginni. Stefán Einar sagði var ekki síðustu viku, hann vildi meina Sigmundur Davíð var jafnvel í að taka ódvitað það. Já, ég held að margir hafi verið orðaðir við þetta alltaf því eiginkona mín og ég er hins vegar að eiga í mjög athyglisverðum samtölum þessa dagana og við alls konar fólk hvar sem að það endar á lista hvort sem það er í borginni eða hvort sem það er í oddvitasætum eða neðar eða annað eins og það er svona í takt við það sem ég er að segja með flokkinn í víðari skilningi áðan sko að þetta er svona nánast að verða frekar lúxusvandamála en ekki sko að þurfa að velja úr rosalegum hópi fólk sem vill taka slægin sko og er til í þetta sko. Þetta var bara já en ég spurning sko. Já, þú ert með stjórnmálamannið að Gísli, hvað heldur þetta sé að fara að vera? En er Heiðan Guðjónsson að fara að tilkynna fram á Seltjarnarnesi? Nei. Engan að hóa að sittast í bæjarstöð þar? Nei, bara engan. Nei, það væri þá fyrir miðflokkin. Já, Við þurfum sterkar mann þangað. Sko, síðan var áhugaverður punktur í vikunni þar sem að Seðlabankastjóri og aðalhagfræðingur og Seðlabankans voru á fundi hjá þingnefnd, var að gefna á viðskiptanefnd þingsins. Það sem menn fóru að ræða um þann möguleika að taka húsnæðisliðin út úr verðbólgunni. Þetta er umræða sem við sjáum reglulega að skjótum kollinum. Þannig að og gera það aftur í vikunni. Ég held að Ásthildur Lóa hafi spurt þá út í þetta og Sigmundur Ernir var líka að spyrja þá. Sko, hvað sér hagfræðingurinn? Nei, þetta er svo galin hugmynd og það er hægt að líta til sögunar að þegar verðbólgan fyrir að grafa sig í Bandaríkjunum í Nixon stjórninni og verðbólgubálið er kveikt upp úr 73 að þá var seðlabankastjóri þar, Arthur Burns og honum fannst erfitt að hemja verðbólguna þannig að hann ákvaði að taka fyrst olíu og orku út úr verðbólgumælingunni svo tók hann húsnæði út úr verðbólgumælingunni svo tók hann mat út úr verðbólgumælingunni og meðan bara föðruðu fjármunir almennings eftir. Þú kannski eftir sokka og skó á svona hafa verið að mæla það verðlag en sko verðtrygging er sett til þess að tryggja verðgildi fjármagns og þú tekur stærsta útgjaldaliðin á hverju heimili út fyrir sviga. Hvers konar verðtrygging er það? Og einhverjir meina að það sé bara hreinlega hægt að banna verðtryggingu og þá sjálfkrafa lækki vextir. En það eru mjög mörg dæmi það sem fólk hefur mist trúna á gjaldmiðli og þá færi sparnaður
og eignir bara yfir í annan gjaldmiðil. Það til svo í Argentínu núna, þá eru almenningur með 250 miljardar dollara. Það 20-30 sinnum hærri fjárhæð heldur en í gjaldeyris varaforðanum í seðlamokkanum bara heima hjá sér í dollurum af því þeir treyst ekki pesóanum. Og hérna þegar fólk segir, já, við bara bönnum verðtryggingu eða förum að fikta í mælingunni, það ígildi þessi að banna verðtryggingu, þá gerist það að fjármagn bara leitar annað. Það fer úr landi. Þannig að þetta alveg ótrúlega heimskuleg umræða. Þannig að þetta ekki svona easy fix að taka húsnæðisliðin út af verðbólgunni? Nei, það bara tóm þvæla. Nei, sko, það er kannski að fá bara annan endurskoðan við að frá frumherja. Það niðurrifsmið en það eru mjög, sko, það er rosalega heita tilfinningar. Ég var nú bara var við það, ég var í Silfrinu í vikunni og vorum að ræða verðtryggingun og viðbröðin mest við því, sko. Menn hafa mjög sterkar og skiptar skoðanir á sko bara fyrirkomulagi lánakerfisins, en það náttúrulega það sem maður reynir að benda á bara óháði hvað mönnum finnstu það og líka óháði sko hvernig verðbólgan mælt. Þá það undirliggjandi þættir í hagkerfinu sem eru að valda okkur erfiðleikum, sko, ekki kannski beint þessar reglur að þessi útfærslu atriði og ég held að sko, til dæmis núna þegar það verið að slá ríki augun á fólki með að sko, lausna allar okkar mála sé að fá evru til þess að laga þetta vandamál, þá verða ennþá kerfislægir þættir sem að valda þessu og það ekkert bara krónan sem að valda því hvernig hlutinir eru hvernig komið fyrir hlutinum á húsnæðismarkaði og sömulegis það heldur ekki bara í Evrópu, sko þegar menn segja að vextirnir séu eitthvað aðeins lægra einhverju láni, mér finnst það bara svona vitsmunalega óheiðalegt að taka vextina eina út fyrir sviga í einhverju Evrópulandi, bara Spáni eða eitthvað og segja að því að vextirnir séu lægri þá hafi fólk það betra. Bara á Norðurlöndunum, þá eru við sko af öllum ríkjunum á Norðurlöndunum með lægstan húsnæðiskostnað sem hlutfall bara heildar útgjöldum heimilisins sko. Og Finnlandi með hæstan, eina ríki sem með evru. Þannig að sko þegar fólk lætur þessu sigur töfralaust eins og raunverulega svona hörðustu viðreisnarmennir tala alltaf að þetta sé bara þeir nefna svona vandamáli í eina mínútu og svo þeir bara komnir yfir því bara, já, þetta er gjaldmiðill, skilur en líka, ef þetta töfralausnin, þá þarftu ekki að ganga inn í Evrópusambandið til þess að taka upp nýja mynt og það svo óheiðalegt það verið að binda þetta tvennt saman vegna þess að það var hægt að taka upp nýja mynt, alveg svo Argentína getur gert, það geta dollaravætt sjálfa sig bara í næsta mánuði eða í lok ársins, við getum tekið upp nýja mynt hérna bara áramót á þess að þurfa að ganga inn í eitthvað myntbandalag. Þannig að spyrða þetta saman bara ekki heiðalegt. Það var eitt sem að stoppaði mig á Kringlukrónu og vissi að þú voru komið þáttinn. Vildi fá tekið á Argentínu. Okkar maður Milei að klúra þessu? Já, hann búin að fara mjög illa ráðið sínu. Reyndar óheppin, systir hans sem var algjör amatör og komst í embætti sem ráðgjafi, aðal efnaðsráðgjafin að hún var uppvísa spillingu í sumar og það svona tapaðan eða sveitarstjórnarkosningum og nú eru þingkosningar í lok þessa mánaðar og allt útleitt fyrir hann tapið þeim. En Trump-stjórnin að rétta honum svona líflínu það bil 20 miljardar dollara lánalínu og eins og ég sagði áðan, það eru 250 miljardar dollara sem heimili og fyrirtæki í landinu sitja á. En það væri nóg til þess að sko viðhalda pesóanum. En langtímalausnin hjá þeim bara skipt út pesóanum af því að þarna kann engin opinber aðili með fjármál að fara. Hvað var hann sagst til að gera því? Þetta var það lofvörð sem að hann var kosin inn á. Það var að dollaravæða, taka upp einhlega dollar og leggja niður pesóan. Það voru langt flesti sem kussa hann út af því lofvörði og hann ekki búin að efna það. Þannig að það sorglegt ef það fer svona, bæði fyrir hans kjósendur og svo bara landið í heild, sko. Ein spurningi sem var sko, það var einhverja skoðun á þessu máli með kynfræðslu í fermingafræðslu, ég nenni ekki að fara mikið út í það, en ég langar samt að segja eitt bara, að sko, og þetta sama gildir með ólympíuleikana, muni ekki þegar það var mikill skandali kringum ólympíuleikana, setningarhátíðina, þegar það var gert grína síðustu kvöldmáltíðinni og margir auðvitað hneykslaðar á því hvernig það var gert. Ég segi að það gildir að sama sko. Farið með þessa kynfræðslu í næstu mosku, tölum svo saman og talið þar að Múhameð hafi verið með einhverju 9 ára stelpu eða eitthvað sko. Og sama gildir með þessa setningarhátíð í ólympíuleikunum sko. Gerið grína Múhameð og svo skulum við tala listræna tjáningu og listandfrelsi og tjáningafrelsi og allt þetta sko. Já, þannig að ég svona, það svolítið mitt teika á þetta. Já, þetta náttúrulega mörguleiti sjálfsmyndar vandi kirkjunar að geti ekki bara staðið fast með
kristna boðskapnum og bara þeim gildum sko, í stað þess að eldast við svona tískubylgjur nútímans og þetta var nú held ég hann Glerár kirkjupresturinn vinstri grænn frambjóðandi var með honum í kosningabaráttu hvort hann hefði verið ekki hreinlega valla oddviti en ofarlega á lista hjá vinstri grænum þarna í síðustu kostningum og það fór eins og það fór Guð hjálpa þessu fólki segi ég bara hann er ekki mikill stuðningsmaður þjóðmála. Nei, og hann sagði við mig sko, Sindri Geir heitir hann held ég, hann sagði við mig sko að því við erum svolítið líkir ég og Sindri Geir og hann sagði við mig að hann hafi lagt mikið á sig til að sverja mig af sér í kosningabaráttunni, hann hafi átt mjög erfitt með þetta. Já, þetta bara Nei, ég skil ekki eins og akkur við þurfum að tala um þetta ekki tala um þetta hér sko, ég skil ekki eins og akkur við þurfum eins og að ræða það að eitthvað klámkennt kennsluefni í fermingafræðslu fyrir ykkur þetta bara akkur eru menna tróða þess að kirkjan er einhver örvætingu að reyna að vera hip og cool sko og heldur að þetta sé, þú veist, er ekki bara eitthvað svoleiðis? Jú, nei, og kirkjan náttúrulega það sem er náttúrulega að mörguleiti merkilegt í þjóðkirkjunni er að fórustan þar er náttúrulega mjög höll undir allt það nýjasta í bókinu, hvort sem það er þessi transmál öll eða síðan bara almennur svona globalismi, maður fer náttúrulega varla á þingsetningu eiginlega án þess að það sé einhver prestur þar að lesa manni pistilinn beinlinnis þú veist að það er verið opin landamæri annars séu við vond og svo framvegis í stað þess að tala um kristnina, sögu kristninar í landinu hvernig hún er samofin þjóðarsálinni í 1000 ár það er margt að ræða en ekki eitthvað nýjasti vókismi, skilur við erum ekki að koma í kirkju til að heyra þetta dót sko. Það er trúaleg vakninga meðal ungsfólks og það er ekki að fara að leita í þjóðkirkju sem setur svona mál á oddin, heldur vill bara kristni sko, einhver góð og djúp andleg gildi sem að gefa okkur fyllingu í lífinu sko, en ekki bara einhver pólitískan áróður sko. Við þurfum bara að byrja með sundarsbreytingun þjóðmála. Já, það væri markaður fyrir, ég held að það sé markaður fyrir kristinni og einhverju peppandi kirkju sko. Já. Hvað vill Snorri gera varðandi erlendu veðmálu síðunar? Það var Já, ég meina, er maður ekki bara realisti þar eins og flestir aðrir? Já, ég myndi segja að maður væri realisti þar að segja sko raunsæðis maður ef að þarna eins og raun ber augljóslega vitni þá er þessi starfsemi bara í fullum gangi á Íslandi og margir hafa ágjör á þróunin gagnvart ungu fólki og öðru eins og það er sjálfsagt að vera mjög vakandi fyrir allir slíkri þróun hins vegar þarf ríkisvald að spyrja sig sko, erum við að koma í veg fyrir það að tryggja það að þessi fyrirtæki séu erlendir í kennitölu líður einhver þannig? Gerir einhver sér þá hugmyndum að við séum að koma í veg fyrir það með því? Ég held ekki. Og ef svo er ekki, ég meina viljum við þá ekki bara fá skattekjörn hingað sem er jafnvel hægt að nota í forvarnamáli ef menn vilja hafa það þannig. Ég bara sé ekki hvert vandamáli við það gæti verið. Er einhver sjónarmið á móti því eða? Ekki svo ég viti. Nei. En já, ég meina, er það ekki í grunninn? Sumir hafa náttúrulega, ég meina norðmenn fóru, það var alveg, ég man ekki hvað það var gert, það var alveg rætt í Noregi á sínum tíma að sko reyna að loka fyrir erlendar IP-tölur sem voru veðmáli síður. Ætlar að fara að eldast í það, þú veist, það er bara í ómulett, sko. Setja ykkur að veggi á internetið. Þú bara fer fram hjá því með VPN-i, sko. Já. Þannig að það er ekki flókið. Nei, og ég meina það hefur reynst stjórnvöldum býsna þungur ljár í þúfu á síðustu árum að ná stjórn á internetinu að nokkru leiti yfirleitt. Það er stjórnlaust fyrirbæri. Að vísu reyndar, það eru alveg svona raunverulega ólöglegir hlutir, það er alveg verið að koma í veg fyrir það á netinu, sko, þannig að það er alveg hægt. Það er verið að reyna að koma í veg fyrir það. Já, en ég veit ekki hvort það sé raunverulega hægt að stoppa þetta, nýja að það sé sko áhugi hjá almenningi að banna þetta strangt til tekið, en það bara miklu frekar að ná einhverjum ramma utan þetta af hálfu stjórnvalda, rétt eins og ég hef lýst með áfengisverslunina, sko, þú veist, að menn sé að reka þetta okkur í kennitölu í Evrópu og þetta er bara fúsk. Ég meina, akkur er ríkisvaldið að bjóða upp á fúsk, skilur hvað við? Þú veist, freka bara... Það er alltaf svona pínu skrítið að þú mátt sjá auglýsingu það sem að Gummi Ben er að syngja í styrstunni og hvetja fólk til að tippa á lengjunni, sko. Já. En þú veist, Epic Bet maður ekki verið með auglýsingu. Já, akkurat. Þú veist, ég mitt, það er ríki bannara. Skýtur skokku við, sko, að því er ríki bannara og eins og með áfengisverslunina, þá talaði maður nú fyrir því líka hérna á sín tíma í grein í Viðskiptablaðinu að sko verðmætin í ÁTVR sem verslunarkeðju er að rýrna við hverju árunu eftir því sem aðra verslanir eru svona löglega, hálf ólöglega að spretta upp, veita miklu betri þjónustu, heimsendingu hvenær sem er og svo framvegis og hvað er að gerast við verðgildi ríkisverslunar sem væri hægt að selja núna örugglega á góða nokkru milljarða, sko, í staðinn er henni bara leyft að rýrna á meðan hitt sko grefur sig, þannig að þetta er raun og veru bara svona svolítið vond fjármálasýsla í einhvern skilningi, sko, að horfast ekki bara auðvitað hvernig veruleikinn er eins og með þessar veðmálasýður, bara eru skatttekjur hérna
þá getur bara fengið þær hingað inn og nota þeir eitthvað skynsamlegt sko. Já, og svo eru bara atvinnutækifæri í kringum þetta hérna. Það er alveg, ég meina, hægt að breyta hérna löggjöfinni þannig að það sé hagkvæmt að setja hér upp hreinlega fyrirtæki sem í þessari starfsemi. Og það eru hálaunuð störf sem fylgja því og við eigum nóga gagnaverum, nóga orku, nóga sæstrengjum, ljósleiðara til þess að í raun og veru sinna þessu. Og það er ekkit fárlegt að bara opna þessa atvinnustarf sem hérna. Já, ekki líka kenningar það til dæmis að bara leyfa, þú veist, að leyfa kasínó, skilur, það bara löglegt og bara afmarkað í því rými sem það og löglegt, þú veist, og undir einhverju eftirliti eða hvað sem sko, frekar að vera með svört kasínó hér og hvar. Já, sem er út allt, sem Guð veit hvaða bröðum að beita við innheimt og annað eins sko, eða þið veit hvað að tala sko. Einhver tíma var hugmyndum að opna kasínó á Nordica, annar hefðin þar, það var eitthvað sem Arnór og Bjarki minnum að voru að lóbía fyrir, sem að tala að breyta perlunni í kasínó. Ég hef alltaf viljað breyta Seðlabankanum í kasínó, leggja niður Seðlabankan, taka upp einhlega aðra mynd og þetta bara frábært að vera með kasínó. Það frábært staðsning. Já, og bara stemning með þessar hislur hérna niðri, þar sem gullforðinni geymdur, hann reyndar orðin mjög fátæklegur í dag, en það eru sko veggir sem eru þrefaldir með leysigeislum á milli svo það sé ekki að brjótast þarna inn og stela öllu gullinu, en það ekkert gull eftir, en við ættum að vera með spilapeninga þarna, það myndi passa mjög vel. Já. Ég hrifin þessu. Já. Öll vandamál okkar byrjuði 1970, það ekki? Það Ég sko... Ég verð að passa með að setja ekki heiðar að staði í því sko. Nei. Það er gullfóturinn. Já, það er gullfóturinn afnuminn, þá verður til, þá kostaði þess að úns af gulli $36, kostar $4,000 og eitthvað í dag, og það er bara út af peningaprentun. Já. Þannig að... Magnadæmi. Rétt í lokin, ég seti ykkur fyrir að spá heimavinnu, við erum okkur í Arctic Trucks Polar, þeir eru náttúrulega að bjóða upp á jeppaferðir á Suðurskautið. Hvernig var það? Hafið þú komið ángað? Ég hef komið á Suðurskautið, en ekki á Suðurpólinn. Já. Ég hitti einn á Selfossi helgina, starfsmann Arctic Trucks sem hefur fyrir hann reglulega, var að segja manni sögur að þessu, þetta er mjög áhugavert skemmtilegt. Hlýtt og notalegt. Ég ætla að taka upp þátt þetta, það er bara orðið markmið hjá mér sko. En ég baði ykkur að velja eins og við höfum nú komið að sinna, því störfuðum nú saman á sín fyrir nokkrum árum og hafði náttúrulega þannig sé starfa bara fjölmjölum, þannig ég baði ykkur að velja 2 fjölmjölamenn hvor sem myndu að taka með ykkur í jeppaferð. Sko, Kristján Már Unnarsson, hann verður að koma með í svona. Já. Þú veist, hann bara hefur svo gott kontról á öllum aðstæðum og unni sér bara held ég vel í þessum aðstæðum, hann væri kjörin í þetta. Þetta er bara strax svona frábær ferð. Já, en þú veist, hvaða þriðji aðili myndi ekki spilla góðri stemningu, sko, ég myndi eiginlega nefna á Morgunblaðinu, ég veit ekki hvort ég þekki, en það er Sigur Bogi vinur minn. Ég myndi fá Sigur Boga á mokkanum með okkur. Þetta væri helviti hressandi ferð. Þetta eru 2 góðir... bannaaflóta. Þetta eru 2 góði kallakallar sem að maður vil hafa með sér í svona ferð sko. Sindri Sindra getur líka komið sterkur inn sko. Hann er kannski smá skræfa sko. Setjum maður bara hlýja úlpu og... Já. Þú með hugmyndir heiðar? Þú stalst Kristjánu Mága mér, ég var alveg pottþéttur og hann var í frábær ferðafélagi og ég var líka búin að hugsa út í Sindra að því að hann er algjörlega kattþrifinn og fyrir lítið fyrir honum, en hann var ekki að taka pláss frá mér en svo bara þagnar hann ekki, hann talar allan tíman og mjög skemmtilegur, þannig að ég myndi strax taka hann með og svo til að búa til mótvægi við hann, þá þyrfti ég að fá einhver aðra mannesku og þá er ég að hugsa bara Kolbrúnu upp á Morgunblaði. Já, það var og ef ég var í sofandi þá getur þau talað saman. Sko já, þú getur rætt sko við Kristján Má raunhagkerfið en andleg og menningarleg mál við Kolbrúnu. Þar væri þetta bara mjög góð blanda. Ég tek bara undan hana. Ég geti talað föt við Sindra. Já. Þetta er þetta frábær ferð. Þetta hljómar mjög vel. Alvöru ferð. Já. Hvað er þetta margir sem komast í hvert bíl? Sko, við erum að gera ráð fyrir þá 6 allavega. Já. Þú veist, þið 2 og 2 gestur á haus. Já, og svo bílstjóri og þú. Já, geggja. 8 manns þá. Já, það er þetta að greiða þetta. Já. Við ekki skella okkur bara. Ég til. Skólum þetta. Ef við færum, þá þyrftum við náttúrulega að taka svona með okkur. Ísubita frá Gullfisk. Þetta er svo stórkostlega gott. Hvað er þetta ekki 84% prótein? Jú. Þú ert náttúrulega í liftingunum alltaf? Jú, og þetta hjálpa mér mikið í þeim sko. Já. Og það er hérna fólk sem er að lifta með mér sem er að keppa að þau eigi vandræðum með að kyngja nógu mikið af próteindrykkjum en festa sig í ísubitanum og
og það bara breytir alveg rosalega miklu. Já, þetta er hottast á, þetta er gott að senda ykkur í burtu, við hugsaum vel gestin okkar sem komið Já, nei, þakka kærlega fyrir þetta, við munum njóta okkar ég og Már sonur minn 2 ára, hann er mjög hrifinn af öllu svona og þetta er náttúrulega ofurfæða sko, þetta er ofurfæða. Svo sko það fara nú ekki allir gestir hlaðinir gjöfum út sko, þeir eru búin að fá hittakrús og harfisk og svo fá grillsvöndu sem að vinur okkar í IT-hásplans byggur líka til fyrir okkar tekið. Þetta er slókan sem var til á Björgveldi á Akureyri þegar það var ríkisstarfsmann sem kallaði þetta fram í, vorum okkar að tala um skatta, vorum okkar að barma okkur yfir þessu og kallaði þetta fram í miðjum þætti, eða miður upptöku. Já, ég held að ríkisstjórnin væri mjög ánægð með þetta. Já, þau lítast þannig á þetta. Já, og ég líka þetta, þetta eru mína tekjur. Já. Það sé rosalega, ég ætla að grilla á kvennafrídaginn á morgun. Ferði í kjötkompanið, kaupir eitthvað gott á grillið og Ég fer ekki verkvall á grillinu. Nei. Það er alltaf þessi ólaunuðu störf sem að... Þetta er hinn ólaunaða byrði, heimilisbyrðin. Er þetta hluta þriðjuvaktinu eða grillið? Og ég er hræddur að þetta verði ekki tekið inn í mælinguna sem er núna í framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum að það verði mæld vísindalega hinn ólaunaða byrði heimilisstarfana. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta verður gert með myndavélum en á heimilum eða öðru eins. En svo er þetta líka í hausnum sko þriðjavaktin að skipuleggja heimilið. En já, grillið, það er ekki mikið talað um ólaunaða byrðina á kallum þar. Nei. Við leggjum þetta á okkur. Gera það. Erðu, að því sögðu, þá bara þakka ykkur fyrir skemmtilega þátt og takk fyrir komin í dag. Takk kærlega fyrir mig og gaman að koma. Snorri Másson, þið sem hlustuðu og ykkur sem horfðuð. Góða helgi.